settan og bið bæjarfulltrúa velkomna. Var ég búinn fyrir gjöðu? Hann vissi það. Áður en lengri haldið er í bera tillögu að taka inn með afbrigðum fundargerð bæjarráðs númer 3184 frá því í dag, vinsamlegast gefið merki með handauppréttingu hvort það sé samþykkt. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum bæjarfulltrúa. Á dagskrá fundarins eru þá nú 14 mál en ekki 13 eins og voru í útsendri dagskrá og þau eru þessi. Númer 1, fjárhagsáætlun fyrir árið 2023, seinni umræða. Númer 2, 3 ára fjárhagsáætlun 2024 til 2026, seinni umræða. 3, umræða samgöngumál. 4, dagskrá bæjarstjórnarfunda. 5, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja frá fundi 373. Liðir 1 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. Númer 6, bæjarráð Vestmannaeyja, númer 3182. Liðir 1 til 6 liggja fyrir til upplýsinga. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 365, liðir 1 til 5 liggja fyrir til upplýsinga. 8. dagskrármálið er fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 285 og liðir 1 til 4 liggja fyrir til upplýsinga. 9. dagskrármálið er framkvæmd á hafnar á Vestmannaeyja, fundur 281, liður 4, fjárhagsáætlun Vestmannaeyja hafnar fyrir árið 2023, liggur fyrir til ákvörðunar. Liður 5, verkferlar við ráðningu hafnarstjóra, liggur fyrir til umræðu. Og liður 1 til 3 liggja fyrir til upplýsinga. Bæjarráð Vestmannaeyja er 10. dagskrárliðurinn, það er fundur 3183, liðir 1 til 10 liggja fyrir til upplýsinga. 11, framkvæmd á hafnaráð Vestmannaeyja 282, liður 1, trúnaðarmál, var færður í sérstaka fundargerð trúnaðarmála. 12. dagskrárliður umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 374, liður 1, breyting á aðalskipulagi Viðlagafjara, liggur fyrir til ákvörðunar. Liður 2, minnisvarði í tilefni 50 ára gosloka, skipulagsbreyting, liggur fyrir til ákvörðunar. Liðir 3 til 8 liggja fyrir til upplýsinga. 13. dagskrárliður er fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 366, liður 4, gæðastarf og viðmið í leikskólum, liggur fyrir til umræðu. Liðir 1 til 3 og liður 5 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá 14. dagskrárliðurinn, það er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3184, liður 1 til 10. Þá heitir það að þann liggi fyrir til umræðu og upplýsinga og til umræðu af því að við vorum að taka þetta inn með afbrigðum núna rétt áðan. Við tókum þá fyrir 1. dagskrárliðinn, fjárhagsáætlun fyrir 2023, seinni umræða, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyja bæjar fyrir árið 2023 er nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 1. desember 2022 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem fór fram þann 25. október síðastliðinn samkvæmt 1. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og 50. greinar bæjarmála samþykktar Vestmannaeyja. Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram 3 ára áætlun Vestmannaeyja bær fyrir árin 2024, 25 og 26. Þrátt fyrir að mörg sveitarfélög séu að glíma við áskoranir í rekstri og fjármögnun á lögbundinna verkefna með tilheyrandi lausafjárvanda, rekstrartapi og skuldasöfnun er gert ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Fram hefur komið að meðal annars á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 30 af 64 sveitarfélögum eru undir eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga. Í fjárhagsáætlun er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlað tekjur. Stefnt er að rekstrarafgangi og jafnframt er stefnt að því að lækka skuldir enn frekar á næsta ári og aðhluti bæjarsjóðs við fjármálastofnanir verður skuldlaus innan 2 ára. Útsvari stærsta einstaki tekjuliður bæjarfélagsins. Helsti óvissu þátturinn við fjárhagsáætlunarvinnuna er tengdur aflabröðum og niðurstöðu viðræðna milli aðila vinnumarkaðins kjarasamninga sem margir hverjir verða lausir á næsta ári.
Og þrátt fyrir þessu óvissu þætti nú lögð fram fjárhagsáætlun með jákvæðri rekstrarniðurstöðu og við gerð áætlunarinnar útsvar byggt á lokaspá fjármálastjóra bæjarins útsvarstekjur fyrir árið 2022. Rekstrarafgangur hækkar lítillega milli fyrri og síðari umræðu og samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu gert ráð fyrir rekstrarafgangi í A-hluta bæjarsjóðs verði upp á rúmlega 167 milljónir en hjá samstæðinu verða rúmlega 228 milljónir. Veltufé fyrir rekstri áætlað 753 milljónir hjá A-hluta og tæpa 962 milljónir í samstæðureikningi. Við áætlun á framlögum úr jöfnun og sjóði sveitarfélaga tekið mið af áætlun sjóðsins. Í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir 791,5 milljón úr sjóðnum en þess skal getið að að ræða áætlað framlag úr jöfnun og sjóðnum fyrir árið 2023 en ekki úthlutun. Þessi áætlun sjóðsins hefur ekki breyst á milli umræðna. Mikilvægt að geta þess að öllum gjaldskrárhækkunum stillt í hóf. Gert ráð fyrir álagningar hluta fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði lækki milli ára í fjórða sinn á síðustu 5 árum og þá úr 0,281% árið 2022 í 0,268% fyrir árið 2023 og álagningar hlutfall á atvinnuhúsnæði lækki jafnframt 3 ári í röð úr 1,45% í 1,4% á næsta ári. Með þessu móti verður dregið úr áhrifum þess að hækkun fasteignamats dregið úr áhrifum hækkunar fasteignamats að það auki álögur og íbúðafyrirtæki í Vestmannaeyjum. En förum þá aðeins yfir breytingar á fjárhagsáætlun milli umræðna. A-hluti, útsvarstekjurnar sem varlega áætlaðar og byggðar á rauntekjum ársins 2022 hafa ekki breyst á milli umræðna og útsvarsfjárhæðin sú sama og kynnt var á bæjarstjórnarfundi 25. október síðastliðinn. Og útsvarstekjurnar því áætlaðar 3,4 milljarðar. Ef við förum í einstaka málaflokka. Félagsþjónustan, útgjöldin lækka þar 2 milljónir á milli umræðna sem stafar að 3 milljón króna hækkun tekna og að framlag að fjárhæð 1 milljón til Sigurhæða leiðir hins vegar til 2 milljón króna lækkunar á tekjum nettó. Fræðslu og uppeldismál hækku 1,7 milljónir milli umræðna sem skýrist að gjaldskrárbreytingum upp á 4,7 milljónir og þar inni hækkun launa upp á 3,9 milljónir og hækkun gjalda upp á 2,5. Megin skýringin á hækkunni aukið sérkennsluhlutfall á leikskólanum og lengri opnunartími á gæsluvellinu næsta sumar. Menningarmálin lækka 5,3 milljónir milli umræðna sem stafar að lækkun framlags til átaksins viltu hafa áhrif úr 11 milljónum í 7,5 og vegna lækkunar á framlögum til Náttúrustofu Suðurlands upp á 1,8 milljón. Framlag ríkisins að finna í fjárlögum og samkvæmt lögum Náttúrufræðistofnun og Náttúrustofa númer 60 frá 1992 og framlög sveitarfélagsins ákveðin í hlutfalli við framlög ríkisins og ef framlag ríkisins lækkar framlag sveitarfélagsins. Þá komið að íþrótt- og æskulýðsmálum. Þau hækka 4,1 milljón á milli umræðna sem skýrist að breytingum vegna styrkveitinga upp á 1,2 milljónir og rekstrarframlagi til fyrsta áfangasköpunarhús upp á 4 milljónir. Á móti koma aukna tekjur upp á 1,1 milljón. Brunamálin standa óbreytt, hreinlandismálin eins og frá síðustu umræðu, skipulags- og byggingamál standa óbreytt, umferða- og samgöngumál standa óbreytt, umhverfismál óbreytt, atvinnumálin óbreytt, framlög til BF-hlutafyrirtækja standa óbreytt, sameiginlegur kostnaður stendur óbreyttur og eignasjóðurinn stendur óbreyttur. Ef við komum þá á B-hlutanum. Hafnarsjóður, það lækkun upp á 4,2 milljónir á útgjöldunum þar milli umræðna og það leiðrétt og það sést að það lægri halli sem áætlaði var á Hafnarsjóði og það ágætt að því sé haldið til haga og ég fer yfir þá eftir hvers vegna þessi halli á Hafnarsjóðunum. En þá það Náttúrustofa Suðurlands, það hækkun tekna upp á 3 milljónir sem saman stendur af hækkun á öðrum tekjum upp á 4,9 og svo á móti kemur lækkun á hlutu bæjarins upp á 1,8 vegna leiðréttingar á framlagi ríkisins til móts við það eins og áður sagði en hækkun tekna á Náttúrustofunni eins og áður sagði 3 milljónir.
Í A-hluta sveitasjóðs áætlaðar eignkvæðar framkvæmdir að fjárhæð 736 milljónir en í B-hlutanum eru það 151 milljón. Gert ráð fyrir samanlegum eignfærslum á 888 milljónir og breytingar á milli umræðunar felast í framlagi til búningsklefa við íþróttamiðstöðina sem eru 50 milljónir, 50 milljón króna framlagi í tilefni að listaverki í tilefni að 50 ár eru frá Heimaeyjargosi, það hugsað sem 1 milljón fyrir hvert ár. 35 milljónir vegna klæðningar og suðurhlið fiskiðunar sem kemur úr áætlun fyrir árið 2024 og 10 milljónir vegna frágangs hér við Ráðhúsið, 6 milljónir vegna fyrsta áfanga sköpunarhús og samtals nema þessi verkefni sem ákveðin voru á milli umræðina 151 milljón. Og þá hugum við aðeins að stóru verkefnunum. Og þá það Hamarsskólinn. Langstærsta framkvæmdin næstu árin verður viðbygging Hamarsskóla. Forvinnu hönnunar og byggingu Hamarsskóla lokið. Til stendur að bjóða út verkið nú í desember eða í janúar næstkomandi. Ef allt gengur eftir stefnt að því að framkvæmdir hefjist mitt næsta ár. Þegar búið verður að byggja Hamarsskóla verður 5 ára deildin 1. til 4. bekkur. Með 1. til 4. bekkur frístund og tónlistaskólinn undir sama þaki. Að auki verður bylting í aðstöðu fyrir alla starfsemi skólans með tilkomu samkomu og matsalar. Aðstæður í samfélaginu hafa seikkað framkvæmdum og undirbúningsferlinu en vonandi sér fyrir endan á því svo hægt sé að halda áfram með þetta þarfa verkefni. Þá það Eldfellsvegur og Gámasvæði. Fest hafa verið kaup á böggunavél svo hægt verið að þjappa almennu sorpi í staðlaðareiningar og flytja beint út frá Vestmannaeyjum til Evrópu. Þetta almenna sorp sem hér ræðir það sorp sem flutt hefur verið með Herjólfi til dæmis. Að ræða hluta að stærra verkefni við endurbætur á Gámasvæðinu og endurbæturnar eru í takt við ný lög hagkerfi sem mun vera mjög áberandi á næsta ári og innleiðingin við það og það margt sem á eftir að gera og við eigum eftir að klára í tengslum við það. Þá það íþróttamannvirki, búningsklefarnir. Það þarf að bæta búningsaðstöðu í íþróttahúsinu. Unnið hefur verið að tillögum endurbætur og uppbyggingu búningsaðstöðunar og það í vinslu og verður tekið fyrir í viðkomandi ráðum. Áætlað að hefja framkvæmdir í haust en meðfram því unnið að heildaráætlun til 10 til 15 ára uppbyggingu og endurbætur á íþróttamiðstöðinni. Þá það listaverk eftir Ólaf Elísson í tilefni 50 ár eru liðin frá því Heimaeyjargosi var. Að ræða samstarfsverkefni milli ríkis og Vestmannaeyjabæjar gerð listaverksins. Samstarfsverkefni unnið samkvæmt þingsályktunartillögu þar Gert ráð fyrir að kostnaður verkefnisins skiptist milli ríkis og Vestmannaeyjabæjar. Töluverðan undirbúning þarf til að verkið geti orðið að veruleika meðal annars breytingar á aðal- og deiliskipulagi. Það sérstök nefndastörfum undirbúningin og bara framhaldið í tengt verkinu. Nefndinni skimum 3 fulltrúum frá ríkisvaldinu og 2 frá Vestmannaeyjabæ. Þá það fráveiturlagnirnar í Hafninni. Það dælilagnir úr Brattagarði á Eiði. Þeir orðna 50 ára gamla og gáfu sig í fyrra rétt sunna við Kleifabryggju. Framkvæmdinni hefur verið skipt í tvennt og farið var í hluta framkvæmdarinn á þessu ári en heildarkostnaður við verkið 80 milljónir. Ekki var hægt að ljúka henni þar sem ekki var hægt að fá þann tækjabúnað sem þurfti til verksins og því verður seinni hlutinn framkvæmdur árinu 23 og það áætluð 35 milljónir og verður unnið vonandi næsta sumar. Þá að framkvæmdir á Viktortorgi í gangi eins og glöggir Eyjamenn hafa séð. Unnið samkvæmt hugmyndum Péturs Jónssonar arkitekt. Búið að hlaða veggina og forma torgið, setja upp leiktæki og annað til afþreyingar. Næst stendur til að ljúka við lýsinguna og klára hellulögn og frágangssvæðisins. Verkefnið hefur tafist nokkuð mikið en gert ráð fyrir að ljúka frágangnum svæði sjálft fyrir næsta sumar. Þá fyrir við aðeins yfir í gjaldfærðverkefni. Áætlaðu heildarupphæð til gjaldfærðverkefni á árinu eru 379,2 milljónir. Og gjaldfærður kostnaður og sérstök verkefni að undaskildu viðhaldi húsa sem 112,2 milljónir sem alltaf inn í þessum gjaldfæslum nemur 267 milljónum og þar að veru í A-hluta 131 milljón og í B-hlutanum 137. Og svo langar mig nú að vekja athygli á
sérsamþykktum í formi átaksverkefna og annara tímabundinna verkefna, fjárfestinga og framkvæmda og viðhalds. Það koma fram skýra pólitískar áherslur á næsta ári og aðrar sérstakar áherslur sem ákveður verið að greiða fyrir í formi fjárheimilda. Þetta svona yfirlit yfir þau verkefni sem eru inn í gjaldfærslunum. En ég ætla að taka nokkur af þeim og byrjum hérna á styttingu Hörgæragarðs og það er gert ráð fyrir að garðurinn verður styttur alltaf 90 metra svo hægt sé að tryggja betur aðkomu stærri skipa til Vestmannaeyja. Óskaði hefur eftir því við Vegagerðina að verkefni verði sett inn í fyrirhugaða endurskoðun og samgönguáætlun sem nú er í gangi og er sá hluti verkefnisins unnin í samkomulagi og samstarfi við Vegagerðina. Verkefnið er gjaldfært, það er mjög óvenjulegt fyrir svona háa fjárhæð en það var niðurstaða fjármálastjóra sveitarfélagsins að þetta færi inn sem gjaldfært verkefni en þetta telst ekki eign, víst að mér skilst. En það skýrir neikvæma aðkomu upp á rúma 4 milljónir hjá höfninni. Við erum að fara í 2 svona nánast einskiptis, þetta er nú vonandi einskiptisverkefni en svo er það líka auðvitað dæling innan hafnar sem er upp á 43 milljónir, þannig við erum að taka gjaldfærslur í þessu 2 verkefni upp á 103 milljónir sem segir okkur það hversu höfnin er að standa vel. En það því þetta er náttúrulega, það er mjög sjaldan sem það kemur inn 60 milljón krónar gjaldfærsla. En þá eru það viðburður í tengslum við næsta ár, því þá verða liðin 50 ár frá eldgosinu á Heimaey og 60 ár frá eldgosinu í Surtsey. Og að því tilefni verður efnt til ýmissa viðburða sem auglýstir verða þeir nær dregur og áætlaða kostnað við þessa viðburði eru 12 milljónir króna. Af störfum er sérstök nefnd sem skipuleggur viðburðina í samstarfi og á svo samtal við Góðslokanemndina. Aðal- og deiliskipulag. Mikil eftirspurn er eftir íbúðalóðum og mikilvægt að skipuleggja ný hverfi til að mæta þeirri eftirspurn. Gert er ráð fyrir ný íbúðahverfi á Malavellinum sem er stærsta einstaka deiliskipulagsverkefni næsta árs á vegum sveitarfélagsins. Er að ræða íbúðabyggð með einbýli, raðhúsum og eða litlum fjölbýlishúsum, jafnvel parhúsum. Einnig er hugmynd að koma fyrir leikskóla á svæðinu og í tillögunum við vinnu að breyta aðalskipulagi er gert ráð fyrir alltaf 100 íbúðum en annars er ákveðið frelsi þar sem þetta er svona í hugmyndavinnu með nokkrum aðilum. Það sem er inn á borð umhverfis- og skipulagsráðs og verið að vinna það. En stefnt er að breytingum líka bæði aðal- og deiliskipulagi árinu 2023 vegna spennandi verkefna sem framundan eru. Þá tökum við aðeins samstarfsverkefni í ferðamálum. Gert er ráð fyrir áframhaldandi samstarfi við ferðamálasamtök Vestmannaeyja markaðsátak á næsta ári og þetta er svona framhald að því átaksverkefni sem við hafa farið í 2 sumur og tókst mjög vel og er hugsunin núna að forma einhvers konar samstarf sem er meira en átak. Og það er svona reynt að víkka það og breyka og það er mjög jákvæður og góður andi í þessu samstarfi á milli bæjarins. Angantýr Einarsson bæjarritari er í þessum samskiptum við ferðamálasamtökin og það hefur gengið vel. Svo er einnig átaksverkefni Veldu Vestmannaeyjar sem snýr að því að vekja athygli ungs fólks á Vestmannaeyjum sem ákjósanlegum búsetukosti. Það er í gangi og fer í birtingu í vor. Það er verið að vinna það áfram og það var nú tekið síðast í bæjaráði bara held ég á síðasta kjörtímabili hvernig formið er á því en það sem betur fyrir komið í fullan gang aftur og það er ýmislegt í gangi í þeirri vinnu og stefna á birtingu í vor. Þá er það rannsóknar- og þróunarverkefnið okkar Kveikjum neistann. Á næsta ári heldur áfram rannsóknar- og þróunarverkefnið í Grunnskóla Vestmannaeyja. Verkefnið er með heildstæða nálgun á skólastarf og er ætlað að efla skólastarf og bæta námsárangur og líðan. Verkefnið er stutt af Vestmannaeyjabæ, Menntamálaráðuneytinu, Háskóla Íslands og Samtökum atvinnulífsins. Háskóli Íslands og Samtök atvinnulífsins hafa stofnað saman rannsóknarsetur menntun og hugafar sem hefur aðsetuð menntavísindasvið háskólans og ber það ábyrgð á verkefninu. En það er Hermundur Sigmundsson, prófessor sem stýrir þessu rannsóknarverkefni. Verkefni fór formlega af stað í 1. bekk haustið 2021 með áherslubreytingum í námi nemenda og kennslu í samræmi við markmiðin. Rannsóknasetrið sá síðan rannsóknarhlutann. Heilt yfir gekk fyrsta ári mjög vel og fyrstu niðurstöður lofa góðu. Haldið er áfram með sama árgang sem nú er í 2. bekk og jafnframt er núverandi 1. bekkur og þáttakandi í hluta þróunarverkefnisins. Nýr björgunarbátur sem kom til okkar hér í sumar, þá fekk Björgunarfélag Vestmannaeyja afhent nýtt björgunarskip.
Með tilkomi þessa nýja björgunarskips styrkist björgunanet eyjana til muna. Báturinn styrkir einnig mikið sjúkraflutninga milli lands og eyja og gerður var samningur við björgunarfélagi fjármagn til 5 ára til kaupana og var hann undirritaður í vor. Að ræða 7 milljónir á ári eða alls 35 milljónir. Þá það Ráðhúsið. Förum aðeins í stöðuna á því. En endurbygging Ráðhússins hefur staðið frá árinu 2016 og vonandi líkur að mestu leyti núna árið 2022. En vonast til þess að framkvæmdum ljúki, en það samt sem áður svo framkom áðan, 10 milljónir til loka frágangs á árinu og það eru svona ákveðnir hlutir sem að menn sjá ekki fram á að geta klárað núna fyrir áramót og þess vegna var búið að samþykkja að færa allt fjármagnið af næsta ári yfir á þetta ár, en það var tekið upp að það yrði hlutað í skilið eftir og 10 milljónir settar á næsta ár í stað 50. Mikil vinna hefur átt sér stað við endurbyggingu hússins sem var í mun verra ástandi en talið var í upphafi framkvæmda 2016. Skiptið hefur glugga unnið að lagfæringum að ytra byrðið hússins, grafið var fyrir söklum undir húsið og þeir stiftir, það voru ekki söklar á húsinu. Nauðsynlegt var að drena húsið og gólplatan brotin upp og ný steift. Veggir undir jarðvegi voru einangraðir, húsið yfirfarið, ofan jarðveg sprungufyllt filterað og tölverð vinna var við sprunguviðgerðir, þar sem sprunguviðgerðirnar voru margfalt meiri en gert var ráð fyrir í upphafi og hlaust af því meiri kostnaður. Að innan þurfti að rífa klæðningar á útveggjum inn að steini og endurbyggja og koma fyrir lyftu í húsinu sem var heilmikil áskorun. Að auki var aðgengi að utan bætt verulega kom fyrir fallegri lýsingu og lóðin endurgerð. Starfsemi stjórnsýslu og fjármálasviðs hófst á 2. og 3. hæð hússins í sumar og búist við að 1. hæðin verður tilbúin í lok þess ás og umhverfis- og framkvæmdasviðið verður staðsett þar. Önnur áhersluverkefni í fjárhagsáætlun, nú ætla ég að kíkja aðeins á verkefni sem eru áhugaverð og mér finnst mikilvægt að draga hér fram. Það til dæmis það hvernig Vestmannaeyjabær stendur sig varðandi raunverulega áherslu í fræðslumálum. Vestmannaeyjabær að gera gríðarlega vel og að fjárfesta í framtíðinni í gegnum menntunina. Áherslan í fræðslumálunum felst meðal annars í snemmtækri íhlutun til að mæta þörfum nemenda í leikskólum Vestmannaeyja og hefur verið aukið við starfshlutfall sérkennslustjóra í leikskólunum til þess að mæta því. Leikskólar í Vestmannaeyjum eru þáttakendur í þróunarverkefninu snemmtækri íhlutun í samstarfi við Menntamálastofnun sem felst meðal annars í markvissri vinnu innan leikskólans samkvæmt áherslu þróunarverkefnisins og á afraksturinn að nýtast við gerð verkfærakistu til að styrkja málefni og málþroska nemenda í leikskólanum. Kveikjuneyslan sem ég minntist á áðan eitt af stóru þróunarverkefnunum á Íslandi eins og ég hef áður farið yfir. Það skiptir öllu máli hversu mikið samstarf hefur átt sér stað með allra þáttakandi í verkefninu, heimilis, skóla, annarra stofnana og annarra hagaðila, en lykilaðilar í verkefninu eru kennararnir við grunnskólan, sem staðið hafa sig gríðarlega vel við innleiðing og framkvæmd og væri þetta verkefni ekki orðið að veruleika með mikilli vinnu þeirra. Þróunarsjóður leik- og grunnskóla var settur á fót árið 2019 og hefur leitt af sér mikla grósku og sköpun í skólastarfi. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aðeins eitt annað sveitafélag sem hefur sambærilegan sjóð þar sem starfsfólk getur sótt í til þess að vinna áfram að þróun í skólastarfi. Á undanförnum árum hefur stórkerfi skólana verið styrkt samkvæmt óskum skólana sjálfra, meðal annars með auknu starfshlutfalli námsráðgjafa og hlutastarfi iðjuþjálfa. Mikilvægt að þetta samtal sé virt til að mæta virt á milli sveitafélagsins, á milli skólaskrifstofunar og grunnskólans til að mæta þörfum nemenda hverju sinni og styrkja kennara og annað starfsfólk skólana. Í haust var tekið eitt skref í átt að gjaldfrjálsum leikskóla á Víkinni, 5 ára deildinni, og það eru nú í boði gjaldfrjáls 7 tíma vistun og fæði. Á næsta ári og á síðustu 4 árum hafa 50 milljónum verið varið í tækni og tækjavæðingu skólana, ásamt innleiðingu á þeirri tækni. Þörf fyrir fjölgun leikskólapláss hefur aukist á síðustu árum og hefur Vestmannaeyjabær meðan hans brugðist við því með því að setja viðbyggingu við Sóla og fjölgun leikskólaplássa með því og það sem hefur orðið á þessu ári í kringum 30. Þessi upptalning endurspeglar þann metnað og þær framtíðarsýn og áherslur sem á sjá í fræðslumálum í Vestmannaeyjum. Umhverfismálin. Við erum á hverju sumri og hverju ári að gera átak í umhverfismálum og bæta við.
Eins og þið sjáu hér á myndinni fyrir fram að mig þá sést gríðarlega fallegur garður sem komin á bakvið hérna Ráðhúsið sem ætlunin að hvetja bæjarbúa til að nota yfir sumartíman, börn og aðra og halda áfram að fegra þessi grænu svæði, meðal annars að klára sem að hefur verið. Við búum svo vel hérna í Vestmannaeyjum að það nóg að gera hjá iðnaðarmönnum og það hefur verið erfitt fyrir Vestmannaeyjabæ eins og aðra að fá iðnaðarmenn til að klára verkefni þar sem fjárheimildir eru til. Og meðal annars á ennþá eftir að klára 3 leikvelli sem búið að kaupa leiktæki og annað á. En það verið fagleg nálgun í umhverfismálunum og það verið sérstakir umhverfishópar settir á laggirnar í samstarfi við til dæmis félagsþjónustuna sem hefur gengið gríðarlega vel og þeir hafa svolítið borið ábyrgð á grænu svæðunum okkar. Orkuskiptin, við erum að reyna að stíga skref í þessum rafhleðslustöðvum og höfum alltaf orkuskiptin í huga þegar við erum að kaupa tæki fyrir sveitarfélagið. Og við erum með sérstaklega áherslu á höfnina líka, en svo erum við auðvitað með umhverfisstefnuna og innleiðingin á henni verður núna 2023 og því verður fylgt eftir við stofnanir sveitarfélagsins. Þá tölum við aðeins leikskólana, ég var búin að fara yfir það aðeins áðan og það þessi áhersla á þessa snemmtæku íhlutun sem að þetta stöðuhlutfall sem var aukið 30% við hvort leikskólan til að mæta aukinni þörf og auknum fjölda nemenda sem við eigum auðvitað að fagna að því hér að flytja fólk og það eru fleiri börn að koma inn í leikskólinu og það eru fleiri að eignast börn og ég þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa lagt hönd á plóginn undanfarin ár. Í fjárhagsáætlun fyrir 2023 gert ráð fyrir auknu fjármagni fyrir þessa skóla og auðvitað líka til að bæta við varandi leikskólaplásin fyrir 12 mánaða og eldri. En samhliða þessu verða skólalóðurnar aðlagðar að þörfum yngstu nemendana á Kirkjugerði komið mjög góð aðstaða og unnið að því að laga aðstöðun á Sóla ásamt því að koma fyrir lausri stofu sem verður aðstaða fyrir starfsfólk og hægt þá að bæta við einum kjarna inn í skólan sjálfan. Þannig allir nemendurnir séu í sama húsi en aðstaða, vinnuaðstaða og kaffistofa, kennara verður þá í þessu húsi til hliðar. Þá að frístundastyrkurinn sem fyrir hvert barn 50.000 og hefur styrkfjárhæðin verið tvöfölduð á síðustu 4 árum. Styrkurinn stendur til boða fyrir börn á aldrinum 12 til 18 ára, 2 til 18 ára. Allt umsóknarferli rafrænt og auðveldar og einfaldar foreldrum og forráðamönnum að sækja styrkinn. Það var gríðarleg breyting fyrir foreldra að þurfa ekki að leggja út fyrir allir fjárhæðinni eins og kerfið var. En við fórum inn í Nóru-kerfið sem núna sporteflur og þar geta foreldrar bara sinn hluta og haka við og sveitarfélagi greiði þá sinn hluta fær uppgun frá þeim aðila sem að þiggur styrkinn. En frístundastyrkurinn í Vestmannum sá hæsti sem veittur utan höfuðborgarsvæðis samkvæmt síðustu könnun ASÍ. Og þá kíkjum við aðeins á ljósleiðaravæðinguna sem Eygló EHF. Framkvæmdum á ljósleiðaravæðingu verður haldið áfram á næsta ári og framkvæmdir hafa gengið hraðar en áætlað var. Bæjarstjórn ákvað að leggja félaginu til lán fyrir framkvæmdina fjárhæð 180 milljónir árinu 2022 og tilgangurinn auðvitað að leggja ljósleiðar í hvert heimili í Vestmannaeyjum og það var að leita að mögulegu samstarfi einkaaðila. Það var nú enginn sem sýndi sérstaka áhuga því að fjárfesta í þessu ljósleiðara verkefni og því þurfti sveitarfélagið að taka það að sér til þess að tryggja þessa þjónustu hér. En Eygló auðvitað heildsali sem selur fjarskiptafélögum aðgang að kerfinu en fjarskiptafélögin selja svo einstaklingum aðgang og þjónustu í gegnum ljósleiðaran. Við erum ekki að selja netþjónustuna hér. Það Hásteinsvöllur. Það gervigras og flóðlýsing. Verki frestað ósk IBF íþróttafélags. Til stóð að setja gervigras og flóðlýsingu á Hásteinsvöll nú í haust til að uppfylla meðal annars þær kröfur sem gerðar hafa verið til keppnisvalla. En það af ósk félagsins sem að í rauninni hefur beðið að setja verkefnið á bið vegna þess að það ekki alveg búið að klára að fara í gegnum hver forgangsröðun félagsins það var búið að skila henni til okkar en það var svona sett á hold þannig að við bara verðum við því og frestum þessu verki en tilgangurinn var að auka nýtingu á vellinum bæði fyrir æfingar og keppni en við tókum ákvörðun það og tekin var ákvörðun það að halda áfram með undirbúninga á verkinu, það þarf að gera töluvera breytingar, færa til völlin, færa til girðingar, skoða undirlagið og allt þetta í gangi og þeir sem eru glöggir og keyra fram í Hásteinsvelli hafa séð svona moldvörpuhrúgur þar, það í tengslum við þetta mat á vellinum og hvernig undirlagið og svoleiðis,
En allt þetta verður klárað, þetta verður allt undirbúið, hönnunin, útboðsgögnin og allt, þannig verkið verður þá klárt, verði ákveðið að fara í framkvæmdina. En það eru ekki fjárheimildir í áætlun á þessu sinni út af ósk frá félaginu frestun. Þá það uppbygging í töl- og tæknimálum. Mikil uppbygging hefur verið í upplýsinga- og tæknimálum Grunnskóla Vestmannaeyja á árinu frá 2020 til 2022. Var því markmiði náð að eitt tæki var á hvern nemanda. Einnig var hugað að innleiðing og stuðningi við nemendur og kennara til að tileinka sér nýja tækni. Að því það skiptir máli að setja ekki bara tæki í hendur og kennurum og nemendum, það skiptir máli að halda utan um þeim og kenna þeim að nýta sér tækin sem skildi. Og það var settur stuðningurinn og líka sérstaklega við kennarana. Haldið verður áfram á árinu 2023 að byggja upp tölvu og tæknimál og fyrir liggur metnaðarfull áætlun frá skólanum til grundvallar þessu verkefni, en langstæðsta hlutanum og fyrsta hlutanum lokið, en svo þurfum við að halda áfram og fylgja honum eftir. Heyrðu, þá það sköpunarhúsið. Fyrsti áfangi. Meðal áhersluverkefna næsta ári að útbúa aðstöðu fyrir ungt fólk til alls kyns sköpunar, svokallað sköpunarhús. Að ræða spennandi verkefni þar sem horft sérstaklega til einstaklinga á aldrinum 12 til 18 ára, til stendur að óska eftir samstarfi við framhaldsskólann. Hugmyndin verður útfærð í fjölskyldu- og tómstundaráði og ég vil fá að nefna það hér að Gísli Stefánsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefur ýtt þessu verkefni vel áfram og bara vil ég þakka fyrir það. Miðað við að nýta húsnæði félagsmiðstöðunar og auka þannig nýtingu á því húsnæði. Með þessu áhersla lögð á sköpun og fjölbreytileika í menningar- og tómstundalífi ungs fólks. Meirihluti kostnaðarins liggur í fjárfestingu á búnaði og að innrétta aðstöðu, en jafnframt gert ráð fyrir auknum rekstrarkostnaði þar sem starfsemin fer að mestuleyti utan hefðbundins tíma starfsfólk og getur verið að þurfa að bæta við starfsfólki í tengslum við það. Þannig það gert ráð fyrir því að við höfum eitthvað svigrúm þar eða ráðið. Heyrðu, þá hefur nú farið yfir það helsta sem lítur á breytingum áherslum í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjar fyrir næsta ár. Hér liggur fyrir bæjarstjórn mjög metnaðarfull en jafnframt ábyrg áætlun fyrir árið 2023 þar sem áherslan á að byggja upp til framtíðar okkar góða samfélag og tryggja og bæta þá góðu þjónustu sem hér veitt. Það fer auðvitað ekki fram hjá neinum að staða bæjarins sterk, alveg sama hvað mælikvarðar og samanburður notaðir. Það eru ekki mörg sveitarfélög á Íslandi sem geta státað af slíku á þessum erfiðu tímum. Og áfram gert ráð fyrir að skila rekstrarafgangi á næsta ári upp á 228 milljónir eins og áður kom fram af samstæðunni. Þetta niðurstaða þrátt fyrir varfærnislega tekjuáætlun þar sem til dæmis ekki gert ráð fyrir væntanlegri loðnuvelti í útsvarstekjum og einungis að litlu leyti í tekjum hafnarinnar. Það ljóst að það bjart framundan í rekstri bæjarins og í rauninni í samfélaginu öllu hjá okkur. Mjög spennandi verkefni í undirbúningi eða komin af stað. Við sjáum þessa bjartsýni raungerast hér í Eyjum í formi fjárfestinga og uppbygginga á með fyrirtækja einstaklinga. Mikill metnaður í fræðslu og menntamálum hefur vakið athygli á landsvísu og frábært að fylgjast með þeim spennandi hlutum sem það í gangi. Og ekki skemmir fyrir að í dag eru við orðin 4.525 og höfum ekki verið fleiri íbúar hér í Vestmannaeyjum á þessari öld. Áður en ég lýk máli mínu vil ég þakka öllu starfsfólki bæjarins sem vann gott og vandað starf við gerð þessar áætlunar. Það vil ég jafnframt þakka bæjarfulltrúum, samstarf bæjarfulltrúa undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar. Þetta samstarf var gott, andinn var góður og það komu fram góðar tillögur og fínar umræður á þessum fundum. Að lokum, við kjörnir fulltrúar getum komið ýmsum góðum hlutum til leiðar og það gerum við hér á þessum fundi í gegnum fjárhagsáætlun. Það skiptir máli að taka ábyrgð og bera ábyrgð á þeirri áætlun sem liggur hér fyrir. Ég vil hvetja alla bæjarfulltrúa til þess að samþykkja þessa metnaðarfullu og ábyrgu fjárhagsáætlun og taka þannig þátt í því að byggja hér upp enn betra samfélag. Ég bjartsýn og hlakka til að takast á þau spennandi en jafnframt krefjandi verkefni sem liggja fyrir. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023 metnaðarfull og ábyrg áætlun þar sem horft til framtíðar. Takk fyrir.
Ég þakka Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrir framsöguna og les innbókun áður en ég gef orði laust. Þrátt fyrir að mörg sveitarfélög sé að glíma við áskoranir í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna með tilheyrandi lausafjárvanda, rekstrartapi og skuldasöfnun gert ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Fram hefur komið meðal annars á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga að 30 af 64 sveitarfélögum eru undir eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga. Í fjárhagsáætluninni lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlað tekjur. Stefnt að jákvæðri rekstrarniðurstöðu, jafnframt stefnt að því að lækka skuldir enn frekar á næsta ári og að alhluti bæjarsjóðs verði orðinn skuldlaus við fjármálastofnanir innan 2 ára. Útsvar stærsti einstaki tekjuliður bæjarfélagsins við gerð áætlunarinnar útsvar byggt á loka spá fjármálastjóra bæjarins útsvarstekjur fyrir árið 2022. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu gert ráð fyrir að rekstrarafgangur alhluta bæjarsjóðs verði 167,4 milljónir króna en hjá samstæðunni 228,4 milljónir. Rekstrarafgangur hækkar lítillega milli fyrri og síðari umræðu. Breytingar á rekstri bæjarins frá fyrri umræðu eru minniháttar en áætlanir fjárfestingar hækkuðu 145 milljónir króna milli umræðina. Í alhluta sveitasjóðs eru áætlaðar eignfærðar framkvæmdir að fjárhæð 736 milljónir króna en í B-hluta eru áætlaðar 151 milljón króna. Gert ráð fyrir samanlögðum eignfærslum upp á 887 milljónir króna. Gerði grein fyrir helstu verkefnum í glæri kynningu bæjarstjóra sem fylgir fundargerðinni. Þá gert ráð fyrir rúmum 379 milljónum króna til ýmissa gjaldfærðra verkefna, svokallara sérsamþykta sem ekki tilheyra beint lögbundnum verkefnum. Þar af eru rúmar 102 milljónir króna, 2 milljóna króna fjárheimild til viðhalds húsa. Einnig að ræða ýmis önnur átaksverkefni í alhluta eru gjaldfærslur af fjárhæð 242,2 milljónir króna og í B-hluta 137 milljónir króna. Inni í B-hlutanum eru gjaldfærslur vegna styttingu Hörgayrargarðs að fjárhæð 60 milljónir króna sem hafa sem því nemur neikvæð áhrif á rekstrarafkomu hafnarinnar. Staða bæjarsjóðs verður áfram sterk, gert ráð fyrir góðri rekstrarafkomu, áframhaldandi góðri þjónustu við bæjarbúa, hagkvæmni í rekstri, hóflegum sköttum og opinberum gjöldum og öflugri fjárfestingu. Og nú orðið laust. Helga Jóhanna Haraldóttir, gjörðu svo vel. Forseti, fjárhagsáætlunin sem kynnt hér í kvöld til fyrirmyndar. Við erum að áætla varlega eins og fram hefur komið og við getum svo sannarlega verið stolt af þessari fjárhagsáætlun og stolt af því að hér ábyrg fjármálastjórn og vel farið með fé bæjarbúa. Ég vil þakka starfsmönnum sem unnu í fjárhagsáætluninni fyrir mikla og góða vinnu og ég kynnst því á þeim tíma sem ég hef verið bæjarstjórn eða formaður ráðs að vinnan á baku svona áætlun gríðarlega mikil. Ég vil fá að nýta tækifærið og stikla aðeins á nokkrum góðum verkefnum sem ég afar stolt af og tengjast fjölskyldu og tómstundaráði. Byrjum á farsæld barna. Þann 1. janúar þessu ári tóku í gildi ný lög samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna. Með þessum nýju lögum hafa starfsmenn á fjölskyldu- og fræðslusviði búið til verkferla til að vinna eftir. Fór þar fram mikil og fagleg vinna og var Vestmannaeyjabær fyrir vikið eitt af 4 sveitarfélögum sem byrjuðu vinnuna og voru með fyrstu og opna fyrir umsóknir sem var núna í mars. Í dag erum við að nálgast 110 umsóknir samþættingu. Og samþættingunni skipt í 3 stig og á fyrsta stigi samþættingar eru komin 54 mál og á öðru stigi eru 46 mál og á 3. stigi eru 5 mál. En nú búið að búa til umgjörð fyrir börn og foreldra sem á þurfa að halda og hafa aðgang að samþættri þjónustu án hindrana. En þessi þjónustuaukning kostar og hefur verið bætt við 50% stöðu í skólaþjónustunni sem verkefnastjóri tengilega. Sá sem sinni því heldur utan tengilegina og markmiðið að styrkja fyrsta stigs þjónustuna. Einnig hefur nýr starfsmaður félagsþjónustu fengið það hlutverk að koma mestu inn í samþættingu þá sem málastjóri annars og 3. stigs þjónustu. En þetta staða
sem var til fyrir en starfshlutfalli var hækkað. Þetta eins og með allt nýtt sem byrjað að vinna að þá þetta fyrirkomulagi stöður í þróun. Þarna erum við samt að ná að halda betur utan börn sem eiga við einhvers konar vanda að stríða og náum þá kannski frekar að grípa inn í og aðstoða áður en málin verða alvarlegri. Með því að koma til móts við barnið og styðja við það í samþættingu erum við að byggja brú fyrir framtíð einstaklingsins og ég tel að þó þetta kosti sveitarfélagið þá eigi þetta eftir að skila sér þegar horft til framtíðar. Ég vil líka fá að nefna heilsueflingu fyrir eldri borgara. Það verkefni sem við byrjum með á síðasta kjörtímabili og hefur verið látið mjög vel af. Ég ánægð að við ætlum að halda áfram að bjóða upp á þessa þjónustu við eldri borgara. Þeir sem hafa tekið þátt í verkefninu sem ég hef talað við láta mjög vel af þessu og gaman að heyra ánægju fólks. Og ég tel að bærinn sé ekki bara að veita aðbragðsþjónustu heldur mun þetta líka skila sér í betri líðan og heilsu fólksins okkar og stuðlar að því að fólk getur hugsanlega búið lengur í eigin húsnæði. En þá er nú vert að minnast á heimsendan mat fyrir eldri borgara. Það var gaman að lesa grein á vefsíðunni Aldrei bara tala þar sem var verið að fara við könnun sem gerð var á verði og heimsendum mat til eldri borgara. Þar kom fram að Vestmannaeyjabær væri með lægsta verðið á heimsendum mat af þeim 13 sveitarfélögum sem voru könnuð. Það var einnig 44% verðmunur á lægsta sveitarfélaginu og því hæsta. Og við getum verið virkilega stolt af því að við erum að gera vel við þennan aldurshóp. Annað sem ég vil nefna er átak í aðgengismálum. Ég þreytist aldrei á því að tala um aðgengismál. Það var mjög ánægjulegt að fá römpum upp Ísland til okkur í haust og mikil þörf á að laga aðgengi víða í bænum. Í næstu fjárhagsáætlun gerum við ráð fyrir áframhaldandi átaki í aðgengismálum og vil ég hvetja áfram bæjarbúa til þess að senda inn ábendingar til starfsmanna bæjarins staði sem þarf að laga. Ég fagna líka frístundastyrknum, þar sem við tvöföldum hann á síðasta kjörtímabili. Og eins og Íris Róbusdóttir bæjarstjóri kom hér inn áðan, að þá var það ekki eina sem við gerðum, heldur einfölduðum við umsóknarferlið og þessu ári má áætla að 524 börn séu að fá frístundastyrk. Það segir mér að þessi styrkur komi sér mjög vel fyrir marga. Þetta er frábært skref því að við í meirihluta EOH-lista kappkostum við að styðja við barnafjölskyldur sveitarfélagsins. Og svo er það unga fólki okkar. Mér þykir það spennandi að mæta þessum aldri með sköpunarhúsi sem bæjarfulltrúinn Gísli Stefánsson stendur fyrir. En mér langar einnig að nefna nýbyggingu golfklúbbsins. Við höldum áfram að gera ráð fyrir fjármagni í nýbyggingu við golfskálann í Vestmannaeyjum. Byggingin er að vera til fyrirmyndar og það var gaman að rekast á það á síðu golfklúbbsins að Vestmannaeyjavöllur hafi verið valinn besti golfvöllur Íslands af World Golf Awards sambandinu. Þetta er mikil viðurkenning fyrir klúbbinn og gæti hugsanlega að laða enn fleiri golfara að til þess að gera sér ferð til Eyja til þess að spila á þessum flotta velli. Ég er því mjög stolt af því að við séum að styðja við klúbbinn. Ég get líka ekki sleppt því að nefna rannsóknar- og þróunarverkefnið Kveikjum neistann, en ég hef áður tjáð mig það hvað þetta er spennandi framfara skref í menntamálum. Ekki bara í Vestmannaeyjum, heldur öllu landinu. Að lokum vil ég lýsa ánægju minni á spjaldtölvuvæðingu grunnskólans, en á næsta ári er gert ráð fyrir áframhaldandi fjármagn í verkefnið. Og þetta risaskref sem var tekið hefur breytt kennslu í grunnskólanum frá fortíð til nútímans og nú hafa kennarar ennþá fleiri tækifæri til þess að bjóða upp á öfluga og fjölbreytta kennsluhætti sem höfða til nemenda. Ég mæli með að fylgjast með jóladagatali grunnskólans í desember. Þar sjáum við aldeilis afraksturinn þess að þekkja tæknina. En þá hef ég lokið máli mínu, en ég myndi vilja fá að lesa upp bókun með leyfi forseta. Meirihluti EOH-lista telja að niðurstöður fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2023 gefa góða vísbendingu að bjart sé framundan í rekstri bæjarins. Fjárhagsstaða Vestmannaeyjabæjar er sterk. Skuldir eru lágar og langt undir viðmiðunarverkum sveitarstjórnarlaga. Það er í raun fá ef nokkur sveitarfélög sem geta státað sér af álíka góðri skuldastöðu. Mörg sveitarfélög er að glíma við að fjármagna lögbundin verkefni og nánast ekkert svigrúm er víða til að ráðast í önnur áhersluverkefni eða framkvæmdir. Eins og með önnur sveitarfélög eru bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum ósátt við vanfjármögnun ríkisins við ýmis lögbundin verkefni sem sveitarfélögum er falið með lögum. Hins vegar getur Vestmannaeyjabær fjármagna öll lögbundin verkefni og mörg önnur sérverkefni, áherslumál, átaksverkefni, þróunarverkefni og framkvæmdir. Það má því fullyrða að fjárhagsstaða bæjarins sé sterk og fjármálastjórnun fagleg. Áætlað er að skila rekstrarafgangi á næsta ári að fjárhæð 228,4 milljónir króna.
Það er gert þrátt fyrir að tekjur séu varlega áætlaðar. Útgjöldum er stillt í hóf en þó er horft til þess að veita bæjarbúum með skoða þjónustu og hugsa getur. Metnaður í fræðslu og menntamálum hefur vakið mikla athygli á landsvísu og frábært að fylgjast með þeim spennandi hlutum sem er í gangi í þeim málaflokki. Það er því óhætt að fullyrða að þrátt fyrir ýmsar ytri áskoranir í rekstri sveitarfélaga á landinu er í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar að finna metnaðarfull áhersluverkefni og framkvæmdir en jafnframt ábyrga fjármálastjórn, þar sem varlega er áætlað tekjur og gjöld. Það er ljóst að það er bjart framundan í rekstri Vestmannaeyjabæjar og raunar í öllu samfélaginu okkar, mörg spennandi verkefni í undirbúningi eða komin af stað. Við sjáum bjartsýni raungerast hér í Eyjum í formi fjárfestinga og uppbyggingar á vegum fyrirtækja og einstaklinga. Nýjustu tölur íbúafjölda í Vestmannaeyjum eru mjög jákvæðar og nú telja Vestmannaeyjar alls 4.525 íbúa. Hafa þeir aldrei verið fleiri síðan á síðustu öld sem sýnir aukinn áhuga á að búa í Vestmannaeyjum. Bókun lýkur. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Orðið er laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bara bæjarfulltrúum öllum fyrir gott samstarf við fjárhagsáætlunina og starfsmönnum einnig sem að koma að því. Þetta er mikil og fagleg vinna og það var virkilega gaman að standa í því síðustu vikur og góður andi við því. Öll viljum við hafa blómlegan bæjarbrag þar sem að íbúar fái þá tilfinningu að hér sé gott að búa. Og í því felst að samanburður á búsetu standist við önnur bæjarfélög. Hingað til hefur lítil fjölbreytni í atvinnulífi verið okkar helsta áskorun til viðbótar við samgöngumálin, en þetta eru þau atriði sem oftast eru nefnd þegar fólk telur upp ókostina við að velja Vestmannaeyjar sem búsetustað. En að móti kemur að við höfum svo mikla kosti fram yfir aðra og þá þekkjum við öll sem hér sitjum. En í samkeppninni að gera betur þá þurfum við að staldra við og forgangsraða. Í mínum huga eru sjóðir bæjarfélagsins nú þegar fráteknir í verkefni næstu árin. Þá er ég að tala Hamarsskólann, Íþróttahúsið og Hásteinsvöll. Það heyrist nefnilega oft á götunni að það sé hægt að gera hitt og þetta þar sem sjóðirnir eru svo stórir. En það er hægt að upplýsa þá aðila að þeir séu nú þegar fráteknir og fjárfestingar næstu ára verða með lántökum eða afgangi af rekstri hvers árs. Og það skýrir nú af hverju við þurfum að sýna afgang hvers árs. Það er hreinlega til að vera sjálfbær. Rekstur bæjarfélagsins er að þyngjast, það vitum við öll. Það er mjótt á munum að hægt sé að tala sjálfbæran rekstur. Helmingur bæjarfélaga í landinu er ekki að ná endum saman í fjárhagsáætlunum eins og við þekkjum úr fréttum og á sviði sambandsins eða sambandssveitarfélaga. Við erum sem betur fer í betri helmingnum. Vestmannaeyjar hafa hingað til talist til öfundsverðra bæjarfélaga þegar hvað varðar tekna með íbúafjölda. En það eru sífellt meiri kröfur á þjónustu frá bæjarbúum. Það þekkjum við sem að vinnum í þessum málum, en það er svo sem jákvætt, það sem ég punta hérna hjá mér, það er mjög jákvætt andrúmsloft, til dæmis í kringum grunnskóla Vestmannaeyja, sem að er fagnaðarefni með átaki sem er í gangi og hefur verið komið inn á hérna áður í umræðum. Ég nefni hér kostnað á yfirfærslu málaflokka frá ríki til sveitarfélaga er mun dýrari en upphaflega var áætlað. Og hér er ég bara að benda á að hvernig reksturinn er að þyngjast hjá okkur. Að málaflokkar það sem að ríkið átt að sjá og hefur sett fé í, það reynist yfirleitt ekki nóg. Samkeppni milli bæjarfélaga stefnir í vitleysu og þá er ég að tala loforð efni fram. Það er allt og marg bæjarfélög sem eru í rauninni að veita þjónustu sem það hafi ekkert efni á. En við erum sem betur fer í þeim flokki að geta staðið við okkar loforð. Sjóðirnir okkar gefa ekki það sem áður var. Það þyngir reksturinn líka. Við byggum hér við fjármálaumhverfi þar sem að peningaeigni gáfu mikið af sér.
það er liðin tíð í bili allavega. Stytting vinnuvikunar hefur haft gríðarlegan kostnaðarauka í för með sér. Það er í rauninni miklu meiri kostnaðarauki en fólk sem samdi það á sínu tíma eflaust gerði sig grein fyrir. Núverandi fjárhagsáætlun gefur okkur bæjarfulltrúum ekki mikið pláss til að koma með stóra hugmyndir inn í umræðuna ef frá er talin bygging Hamarsskóla sem að tekur í rauninni það fjármagn sem þarf næstu árin af stóru fjárfestingunum. Og annað er bara barningu við að ná endum saman. Allt þetta kallar á trausta fjármálastjórn og oft á tíðum óvinsalar ákvarðanir. Við sjálfstæðismenn styðjum núverandi meirihluta til allra góðra verka hvað varðar bættan rekstur bæjarfélagsins. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Eyþór. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á að þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þá miklu vinnu sem ég veit að felst í að koma fjárhagsáætlun saman á hverju ári og ég vil þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirgripsmikla og jákvæða yfirferð á áherslum fjárhagsáætlunar og breytingum á milli umræðna. Vestmannaeyjar eru sannarlega spennandi samfélag sem hefur upp á mikið að bjóða. Við sem hér sitjum höfum kosið að setjast í rað með okkar fjölskyldur og berum hag samfélagsins og íbúa fyrir brjósti þrátt fyrir að nálgun okkar að því markmiði sé á stundum ólík. Tækifærin hér í Vestmannaeyjum eru óþrjótandi. Þjónustustig er hátt, vegalengdir stuttar, fjölbreytt afþreying og kraftmikil ferðaþjónusta er í miklum vexti. Á stoðum atvinnulífsins þar sem sjávarútvegurinn hefur leitt vagninn og ferðaþjónusta í örum vexti eru við að reisa samfélagið okkar. Fjöldinn allur af öflugum félagasamtökum og hópum lita bæja braginn okkar og eru ómissandi fyrir okkar menningu og lífsgæði almennra íbúa. Líkt og kom fram í ræðu bæjarstjóra er fjárhagsstaða sveitarfélagsins sterk. Þökk sé öflugum útsvarsgreiðendum Vestmannaeyjabæ með atorkusemi sinni og einnig skynsamum ákvörðunum sem tekin hafa verið meðal annars í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma við niðurgreiðslu skulda við skynsama sölu á hlut sveitarfélagsins á góðum tímapunkti í Hitaveitu Suðurnesja og uppbyggingu digra sjóða. Enda góð saga aldrei of oft sögð. Það felst mikil stefnumörkun í fjárhagsáætlun að koma öllum málaflokkum saman, að reyna að taka tillit til óska forstöðumanna stofnana, reikna út viðhaldsstörf stofnana og kostnað vegna nýframkvæmda, launahækkana og þar fram eftir götunum. Því fylgir mikil ábyrgð að deila út sameiginlegum sjóðum sveitarfélagsins á sanngjarnan og hagkvæman máta. Við fjárhagsáætlunarvinnuna sjálfa hefur líkt og komið fram við fulltrúar minnihlutans tekið þátt í 2 upplýsingafundum líkt og fyrri ár, einum fyrir fyrri umræðu og einum milli umræðna þar sem aðaláhersla er á eignfærðar og gjaldfærðar framkvæmdir. Við þá fundi skapast oft góð og þörf umræða og stundum misjöfn sjónarmið því oft sjá líka betur augu en auga. Það eru margir áhugaverðir og spennandi hlutir í þessari fjárhagsáætlun. Stóri punktar sem við sjálfstæðismenn erum verulega ánægðir með og höfum aðstoð við að koma í góðan farveg á borð við viðbyggingu Hamarsskóla sem loksins á næsta ári mun fá þá athygli sem það verkefni þarf. En samkvæmt bókunum fræðsluráðs á síðasta kjörtímabili hefði viðbyggingin í raun átt að vera tilbúin samkvæmt fyrstu tímalínu nú þegar, en svo er því miður ekki raunin, en afar ánægjulegt að sjá að stefnan sé á að hún verði tilbúin 2025. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum notað hvert tækifæri til að koma því á framfæri að okkar vilji hefur alltaf staðið til þess að hagræða þar sem þess er nokkuð kostur. Nýframkvæmdir hafi rekstrarhagræðingu að leiðarljósi og að við upptöku nýrra gjaldaliða sé það alltaf fyrsta skref að sjá hvernig sé hægt að hagræða í rekstrinum til að þurfa ekki að bæta nýjum útgjöldum hreinlega beint ofan á þann rekstur sem nú þegar er fyrir. Það er þó deginum ljósara að þó að ég muni glöð samþykkja þá fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram, að þá er ég ekki endilega sammála hverja einustu ákvörðun sem liggur að baki hennar.
Fulltrúar meirihlutans hafa gjarnan talað þannig til bæjarfulltrúa sem hafa gagnrýnt einstaka fjárhagslegar ákvarðanir að þeir eða fulltrúar þeirra hafi nú samþykkt fjárhagsáætlunina, eins og að það fyrirgeri með nokkrum hætti rétt okkar til að velta hlutunum fyrir okkur, já eða jafnvel gagnrýna á leiðinni. Því það er jú svo að fjárhagsáætlunin er ákveðin beinagrind. Hún er hráefnin sem við höfum í uppskriftinni að rekstrinum okkar og svo er það spurning hvernig endanlega uppskriftin tekst svo til. Verður lokaniðurstaðan ljúffeng eða kannski bitur eða ramsöld? Vonandi ekki. Því er sjálfsagt við þetta tilefni að minna á þær ákvarðanir sem þessi meirihluti hefur tekið og hafa á endanum kostað sveitarfélagið óþarfa fjármuni á síðustu árum, sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur við flest hver tilefnin jafnvel gagnrýnt að verið sé að veita fjármunum í. Þar eru þættir að borð við úttekt á framkvæmdum við fiskiðjuna, milljónir sem settar voru í endurbætur á safnaaðstöðu fyrir Sæheima, húsnæði sem nokkrum mánuðum síðar var svo selt. Háar upphæðir sem settar voru í endurbætur á húsnæði Rauðagerðis sem var einnig til nokkura mánaða þar til starfsemin fluttist í Íslandsbanka. Þessum fjármunum var nokkuð stefnulaust varið í 2 verkefni sem augljóst var að myndi taka verulegum breytingum á næstu misserum, en það teljum við ekki góða meðferð á almannafé. Milljónum króna á óteljandi klukkustundum starfsmanna, kjörinna fulltrúa og áhugamanna var veitt í nýja atvinnustefnu sem enn er engin afrakstur að sjá úr, því vera meður. Nýjasta dæmið er svo auðvitað verkkaup á ráðningaskrifstofu Hagvangs. Þar var stórum fjármunum sveitarfélags varið í að kaupa sér hlutleysi stimpil við ráðningamál sem heldur svo ekki vatni fyrir dómstólum. Og svo kostnaðurinn við þá handvömm. Flestu þessu mótmæltu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, án þess að á þá væri hlustað. Slíkt er miður. Hagkvæmur rekstur og hagræðing snýst nefnilega ekki alltaf bara að fækka starfsfólki, draga úr húsakosti eða hækka gjaldskrár. Hagkvæmur rekstur snýst fyrst og fremst skynsama og góða ákvörðunartöku í hinum daglega rekstri sveitarfélagsins. Fjármagnstekjur Vestmannaeyjabæjar hafa verið mikilvægur tekjustofn sveitarfélagsins og eru tilkomnar vegna einmitt drjúgra sjóða líkt og kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar sem urðu upphaflega til við sölu HS Veitna og viðhaldi með ráðvendni og hagkvæmni í rekstri. Hins vegar frá því að nýr meirihluti H.E.Lista tók við stjórnartaumunum hefur verið verulega sorfið í þessa sameiginlegu sjóði og líkt og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa verið óþreytandi við að benda á, hafa fjármagnstekjur meðal annars vegna þessa þáttar verulega dregist saman og hefur ekki verið gert ráð fyrir jafn lágum fjármagnstekjum og nú síðan árið 2015. Frá því að síðasti ársreikningur sem meirihluti Sjálfstæðisflokksins lagði fram hefur verið gengið verulega á sjóði bæjarins eða vel ríflegum þriðjung þeirra sjóða sem var til við framlagningu ársreiknings 2017 og stefna óðum í að detta undir 2 milljarða. Það er alvarlegt, áhyggjuefni. Slík þróun hefur nefnilega þær afleiðingar að við lækkun þessara sjóða skerðist þessi mikilvægi tekjustofn. Fjármagnstekjurnar okkar og hafa gert í samræmi við lækkun sjóða á kjörtímabilinu. Fjármagnstekjurnar sem þessi meirihluti hefur enda nú þegar reitt sig á við að halda áætlunum réttum ein við núllið, en þær eru sífellt lækkandi og ógnar sú þróun sjálfbærni rekstur sveitarfélagsins. Vissulega er erfiðara árferði í fjármálaheiminum og hinn almenni íbúi finnur sannarlega á eigin skinni að vextir eru bara ekki hreinlega til að hrópa húrra fyrir. En lækkandi sjóðstaða sveitarfélagsins er einnig stór og veigamikill þáttur í tekjulækkuninni. Árinu 2013 var 1200 milljónum varið í að kaupa tilbaka fasteignir sveitarfélagsins af félaginu Fasteign EHF sem illu heilli síðasti vinstri meirihluti hafði selt frá sér. Í raun var sú aðgerð því ígildi risa lánaniðurgreiðslu sem dró verulega úr rekstrar þunga sveitarfélagsins og skapaði grundvöll að sjálfbærari rekstri og frekar eignasöfnun. Frá þeirri sölu hafa sjóðir sveitarfélagsins haldist í jafnvægi þar til á síðasta kjörtímabili. Sjálfstæðisflokkurinn hélt áfram þessar eignasöfnun í sínu meirihluta þrátt fyrir að vera með miklar og stórar framkvæmdir á borð við eldheima, fiskiðjuna, útisvæði við sundlauguna, viðbyggingu í Eyjahrauni, heilabinnulega deild á hraunbúðum, bætta aðstöðu í Kviku, leikfélaginu og svo lengi mætti telja. Allt þetta og mikið meira var gert á sama tíma og haldið áfram að safna upp sjóðum. Vaxandi launakostnaður, auknar kröfur af hálfu ríkisins á sveitarfélagið
varðandi og sveitafélaginu all land varðandi hinn ýmsu nauðbeygðu verkefni sem ríki setur á herðar sveitafélaga á nokkura fjárframlaga frá ríkinu og þá skerðing á sjóðum sveitafélagsins eru áhyggjuefni fyrir framtíðarekstur, líkt og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa áður bent á. Skerðing á sjóðum sveitafélagsins er áhyggjuefni. Við erum auðvitað ekki bara að tuða hér tuðsins vegna, heldur þetta áhyggjuefni undirritarar. Að öllu þessu sögðu þá býður næsta ár upp á verulega spennandi tíma. Viðbygging Hamarsskóla kemst á öflugri rekspöl og verður forgangsverkefni framkvæmda líkt og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum lagt þunga áherslu á. Varið áfram stórum fjármunum í verkefni Kveikjum neistan og heilsueflingu eldri borgara. 2 mikilvæg verkefni fyrir mikilvægustu hópana okkar. Eldri borgarana sem byggðu hér upp það blómlega samfélag sem við njótum í dag og svo framtíðin okkar, ungu börnin sem munu tryggja viðhald og vöxt samfélagsins til framtíðar. Stórum fjármunum verður veitt vegna hálfrar aldar afmælis frá goslokum, viðburðar sem vert að minnast með pompi og prakt og halda hátt á lofti þeim afrekum sem þar voru unnin. Eins á að setja fjármuni í hugmyndir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sköpunarhús þar sem komið verða aðstöðu í félagsstöðu ungmenna í Hvítahúsinu svokallaða, þar sem tónlistarsköpun getur farið fram í öruggu umhverfi og þannig aukið á afþreyingamöguleika ungmenna. Hvati til nýsköpunar og grósku í tónlistarsköpun, en tónlist og menning henni tengdri er samofin sögu Vestmannaeyja og mörg fallegustu lög landsins hafa verið samin og flutt af Vestmannaeyingum í gegnum tíðina. Viðeigandi að haldi sér vel á lofti þeirri arfleið og reynt að stuðla að framþróun og áhuga á tónlistarsköpun. Ég þakka gott samstarf í aðdragandanum og enn og aftur öllu starfsfólki Vestmannaeyjabæjar fyrir þá miklu vinnu sem falist hefur í undirbúningi þessar áætlunar og mun ég glöð samþykkja framlagða fjárhagsáætlun. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Vilja fleiri kveða sér hljóðs í þessari umræðu? Gísli Stefánsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara árétta það sem að koma hérna fram áðan hjá Eyþóri Harðarsyni bæjarfulltrúa að samstarfið bara búið mjög gott í vinnu þessari fjárhagsáætlun og upplýsingagjöfin bara verið góð og þessir hérna upplýsingafundir hafa skilað því mitt eins og hefur verið komið inn á að minnihlutinn hefur komið að ákveðnum málum og ég ætla nú að minnast á þetta sama mál eins og allir aðrir hérna inni, það er sköpunarhúsið góða og ég bind bara mikla vonir við það að við sjáum hérna við erum náttúrulega að taka þar fyrir ákveðin aldurshóp unglinga sem að ég tel og fleiri og ég held að það finnist hérna í öðrum sveitarfélögum vöntun á afþreyingu fyrir þennan hóp og það er fyrir löngu síðan komið að hreint að öll vinna við sköpun hún hjálpar ekki aðeins við annað nám eða við hérna bara, hvað ég var að segja, hún hjálpar líka bara við samskipti við annað fólk og hún gerir okkur bara betri manneskjum og framtíðin snýr algjörlega að því að það er mikil vöntun eftir nýjum störfum framtíðarinnar að efla sköpun ungs fólks til þess að við komumst nær því að koma á móts við þá vöntun. Og ég bind vonir að sjálfsögðu við það að þetta verkefni muni vaksa og vaksa hratt og svo bind ég náttúrulega líka mikla vonir við þetta stóra verkefni sem við ætlum að fara í sem er stækkun Hamarsskólans og ég tel að þetta geti tengst mjög sterklega saman þar með nýju húsnæði fyrir tónlistarskólan. Ef ég kem aðeins inn á íþróttamálin þá er bara jákvætt að við gefum félagin okkar í BVF tíma bara til þess að ráða sínum málum áður en við förum að klára það sem að verkefni eins og
eins og gervigras og flóðlýsingu. En leið verðum við að passa upp á það að önnur félög sitja ekki á hakanum. Við erum að vinna að skýrslu fyrir bara sem tekur á íþróttamálum almennt í bænum og ég vona bara að við náum að klára það þrátt fyrir að IBF get ekki skila af sér á sama tíma á hinn félögin. Uppbyggingin í íþróttamiðstöðinni er einmitt alveg gríðarlega mikilvæg í þessu líka og ég sem einn af notendum rétt eins og mjög margir aðrir við sjáum það að það er löngu komin tíma á að bæta skólaaðstöðuna þar. Ég ætla einmitt að minnast á það sama og bæjarfulltrúi Helga Jóhanna minntist á hérna áðan varðandi uppbygginguna hjá golfklúbbnum. Hún er fyrir löngu síðan búin að skila sér og það er alveg ótrúlegt að við séum með völl á þessum kaliber í ekki stærra en 4500 manna samfélagi og það er gott dæmi um það þegar að góð samstaða félagsfólks í ákveðnu félagi hún skilar þessum árangri og við getum lært af því. Einmitt vil ég líka nefna á bara að við erum að stíga næstu skref þó þau séu hæg og það gengur hægt í umhverfismálum og ég er mjög ánægður með það. Við ætlum að fara aðeins að taka til þarna á Gammásvæðinu og gera flokkun einfaldari fyrir fólk. Og svo bara vil ég taka undir orð bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar varðandi ráðdeildina og ég segi það sama og Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúa hér áðan að ég mun samþykkja þessa áætlun glaður. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Njáll Ragnarsson, við biðjum orð. Forseti, ég vil hér kannski aðeins í upphafi málsmýs segja að ég held að mér myndi nú ekki endast tíminn til þess að leiðrétta allar þær misvísandi og beinlínis rangu fullyrðingar sem komu fram í máli bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar Sigurðardóttur hér áðan. Jafnvel þó svo að ræðutíminn sé ótakmarkaður. En ég ætla þó bara að segja það eitt að sjóðir sveitarfélagsins hafa aldrei verið notaðir til þess að fjármagna rekstur sveitarfélagsins. Svo því sé nú til haga haldið. En ég kem hér upp undir þó öðru máli og ég vil kannski í upphafi málsmýs byrja því að þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur kærlega fyrir góða framsögu og sömuleiðis starfsfólki sveitarfélagsins sem hefur unnið mikla vinnu við gerð þessara fjárhagsáætlunar sem nú er hér til samþykktar. En það er verkefni sem að mér er svolítið nærri, að stendur mér svolítið nærri og það er hérna félag ljósleiðaravæðingu Vestmannaeyjabæjar. Í upphafi árs 2022 að þá var stofnað félag sem heitir Eigló og markmið þess er að leggja ljósleiðara í hvert hús í Vestmannaeyjum. Við vorum, og það kom að hluta til fram í máli bæjarstjóra hér áðan, að við höfum beðið ansi lengi eftir því að Míla og aðrir aðilar myndu leggja ljósleiðara í bæinn okkar. Komið að hluta og þá aðalega niður í miðbæ en ljóst að það er gríðarlega mikið verkefni sem býður okkar. Og þar af leiðandi var það ákveðið að fara í þetta félag og hlutverkið eins og ég segja að koma ljósleiðaratengingu inn í öll heimili í Vestmannaeyjum. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikil innviða fjárfesting til framtíðar og liður í því náttúrulega eins og öll innviða fjárfesting að gera bæinn okkar að betri búsetukosti og laða hingað að fólk því að í nútíma samfélagi þá vitum við það að örugg nettenging er ein af forsendum fyrir því að sveitarfélög og samfélög dafni og vaxi. Í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár er gert ráð fyrir tapi á þessu félagi um 14,5 milljón þar bil og síðan er það þannig að eftir sem verkinu vinnst áfram að þá munu tekjur þess aukast. Þetta er eins og bæjarstjóri sagði hér áðan, þetta er heildsali á þessu kerfi sem að virka þá þannig að það eru þá fjarskiptafélag sem að nota kerfið til þess að bjóða sínum viðskiptavinum upp á ljósleiðaratengingu og þegar að þessum framkvæmdum verður lokið, hvenær svo sem það verður, ekki eftir svo mörg ár, þá verður
verða tekjur félagsins með þeim hætti að það verður sjálfbært í rekstri og ég held að þetta verði einfallega þannig að þetta félag muni skila eigandi sínum, það er að segja Vestmannaeyjabæ, arði síðan til framtíðar. Mín skoðun er sú að slíkir innviðir eins og allir innviðir eiga að vera í eigu sveitarfélags og ríkis, þannig að ég sé það fyrir mér að það sé mikilvægt að við höldum þessu félagi og þessum innviðum í almenningseigu. Verkefnið er fjármagnað af Vestmannaeyjabæ og það var lántaka sem að fór fram í september síðastliðnum vegna fyrstu 2 áfanga verkefnisins. Þetta eru 6 áfangar sem að ráðgert er að ráðast í og það var 180 milljón króna lán sem var fékkst frá Vestmannaeyjabæ og það er ekki beysið vaxtaumhverfið í dag eins og hefur svo sem komið hér fram í máli nokkurra bæjarfulltrúa. En það var á endanum þannig að það var fundið út 6,25% breytilegi vextir og það endurgreiðist hefst endurgreiðslan árið 2025 og þetta voru 180 milljónir sem voru lánaðar og vegna þessara fyrstu 2 áfanga af 6 og svo er eins og ég segi það er áætlað að láni verði niður greitt eftir 10 ár. En forseti, mér finnst mikilvægt að nefna Eygló hér vegna þess að þetta er að koma núna í fyrsta skipti væntanlega inn í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar, það er að segja inn í samstæðu Vestmannaeyjabæjar og sömuleiðis að nefna það að það er vegna þessara sterku fjárhagsstöðu hjá sveitarfélaginu sem að Vestmannaeyjabær getur fjármagnað þetta verkefni sjálfur og farið í þessa mikilvægu innviðauppbyggingu. Og ég hef mikla trú á því að þetta verkefni verði til mikilla framfara fyrir sveitarfélagið okkar og sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram sýnir það að staðan okkar er sterk þannig að við höldum áfram á sömu braut og tek undir það sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson hefur sagt hérna áðan að þá að sjálfsögðu er ekki annað hægt en að styðja samþykkja þessa góðu fjárhagsáætlun sem að lítur mjög vel út þrátt fyrir að það sé svolítið erfitt umhverfi í rekstri sveitarfélaga á landinu. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri tjá sig þetta? Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka bæjarstjóra yfirferðina og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vinnu í tengslum við gerð þessara fjárhagsáætlunar sem nú liggur fyrir hér til samþykktar. Ég lít svo á að það sé skylda okkar í minnihluta að sýna málefnilegt aðhald, styðja góð mál sem framkoma, sýna ábyrgð en einnig að reyna að mjaka áfram áherslumálum í stefnu Sjálfstæðisflokksins. Sveitarfélagið stendur fram fyrir áskorunum á komandi ári, til að mynda eru lausir kjarasamningar sem getur reynst sveitarfélagið þungur baggi eins og bæjarstjóri kom inn á í framsögu sinni. Mikilvægt er því sem fyrr að gæta að rekstri sveitarfélagsins. Við sem hér sitjum viljum Vestmannaeyjum auðvitað allt það besta en eðlilega er áherslumunur á milli vilja bæjarfulltrúa varðandi þau verkefni og fjárfestingar sem ákveðið er að fara í hverju sinni. Persónulega hefði ég kosið að sjá ákvörðun lagningu gervigrasvallar í áætlun næsta árs. Því miður hefur ekki náð sátt innan IPVF málið og vil ég líta þetta tækifæri til að hvetja íþróttahreyfinguna eindregið til þess að ná sátt þannig áfram sé hægt að halda. Á meðan staðan er svona gerist ekki neitt, yngri iðkendur líða fyrir og meistaraflokkar getur dregist á eftir öðrum liðum og hvoru tveggja væri miður. Annað mál sem ég vil nefna og það er sagan endalausa blátindur. En það er ekki hægt að taka umræðum fjárhagsáætlun án þess að rætt sé blátind og skal ég taka við því hlutverki að fyrrverandi bæjarfulltrúa Stefán Óskar Jónasyni. En við mismunir ekki þá að búið að taka ákvörðun að farga bátnum en svo bara skýrsla frá Minjastofnun þar sem niðurstaða Minjastofnunar var að blátind ætti tvímælalaust að varðveita enda síðan ómetanleg heimild undirstöðu atvinnu við Vestmannaeyja. Þannig ég myndi kannski vilja heyra eins frá bæjarstjóra hver staðan er og honum og hver næstu skref eru. Bæjarfulltrúi Helga Jóhanna Harðardóttir kom inn á mörg mikilvæg mál innan fjölskyldu og fræðslusviðs í ræðu sinni en velferðarmál eru með hjartansmál. Er ég henni hjartalega sammála að vel flestu leyti en ég sá einnig þennan samanburð verð á heimsendum mat til öryrkja og eldri borgara inn á aldri bara tala og ef til vill kristallast þarna munur á sjónarmiðum vinstri og hægri
Því mér finnst þér mun eðlilegra að verð fyrir þessa þjónustu sé í takt við það sem rukkaðir fyrir í öðrum sveitarfélögum og það sé þar með fært nær þeim kostnaði sem þjónustan raunverulega kostar. Að sama skapi þykir mér geta þversagna í því að hækka gjöld um 5% en leggja svo niður vistunar og fæðisgjöld á 5 ára deildinni. Slíkt ekkert annað en mismunun og mér finnst bæði sjálfsagt og eðlilegt að foreldrar greiði fyrir fæði barna sinna. Alveg sama hvað aldrei þau eru og það eru til úrræði fyrir þá foreldra sem ekki hafa tök á að greiða. Ég svo með bókun með leyfi forseta. Takk. Undirrituð telja áfram mikilvægt að stigið sé varlega til jarðar í útgjaldaaukningu og þenslu í rekstri sveitarfélagsins enda hefur undanfarin ár gengið á sjóðina svo munar. Þrátt fyrir vilja til að veita öfluga þjónustu mikilvægt að tryggja sjálfbærni sveitarfélagsins til að koma í veg fyrir lántöku til framtíðar sem gerir ekkert annað en að íþyngja rekstrinum. Undirrituð lýsa yfir ánægju með að tekið hafi verið vel í hugmyndir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sköpunarhús og verkefninu tryggt fjármagn á næsta ári til að hefja fyrsta áfanga í því að fjölga möguleikum ungmenna til afþreyingar og ýta undir nýsköpun og grósku í tónlistarsköpun. Undirrituð ekki hlynnt niðurfellingu fæðisgjalda, elstu leikskólabarnanna líkt og fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir, á sama tíma og aðra gjaldskrár hækka 5%. Slíkt skapar mismunun og undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir. Fleiri sem vilja kveðja til hljóðs? Jóhanna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og einnig þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þessa miklu vinnu sem að að baki. Ég ætla svona kannski aðeins að stikla á þeim málum sem eru kannski mér næst úr ráði umhverfis- og skipulagsráðs og það eru skipulagsmálin og áherslur næsta árs hvað varðar aðal- og deiluskipulag snúa helst að svæðinu við Malarvöll og Löngulá og svo ákvörðun sem var tekin í haust að fara í endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins var meðal annars vegna þess svæðis en einnig vegna annarra verkefna. Sveitarfélagi hefur fáa lóðir til úthlutunar og við þurfum bara að skoða það landsvæði sem sveitarfélagi hefur og hvernig best er hægt að nýta það. Í dag eru 12 lóðir lausar og þetta eru einbýlishúsalóðir sem náttúrulega bara allt og lítið framboð. En í gildandi aðalskipulagi tekið fram í skipulagsákvæðum 3 svæði að þau verði til nota eftir skipulagstímabilið sem íbúðasvæði sem eftir þá sem sagt árið 2035. Að ræða svæði sem liggur á milli Dverghamars og Ofanleitisvega sem að sirka 4,5 hektarar. Svæði sunnan við Hrauntún sem sirka 5,5 hektarar og sunnan við Austurgeri sem rúmlega 1 hektari. Samtals gert ráð fyrir á þessu svæðum 130 lóðum fyrir einbýli, tvíbýli, parhús og raðhús. Þannig að rík ástæða til að endurskoða þessi skipulagsákvæði og gera breytingu á þeim þannig að þau verði til nota á núverandi skipulagstímabili ekki að því loknu sem 2035. Í framhaldi svo hægt að meta á forgangsraða hvaða svæði myndu þá vera heppilegast að deiluskipulagja fyrst. Þó áhersla í deiluskipulagsmáli sem svæði við Malarvöll og Löngulá þarf alltaf að gera ráð fyrir því að gera þurfi deiluskipulagsbreytingu sem ekki fyrirsíðar sem náttúrulega gert þá í þessari fjárhagsáætlun. En við erum með svæði, Miðgerði, sem nú þegar deiluskipulagt en hefur verið á bið vegna athugasemda frá Minjastofnun. En það talið að fornminjar sé að finna og þarf að rannsaka. Svæðið var deiluskipulagt árið 1979 og tekið upp og breytt árið 1988. Gert ráð fyrir þar 9 lóðum á þessu svæði en hæglega hægt að koma fyrir fleiri lóðum og mun verða farið í að breyta deiluskipulagi að lokinni úttekt Minjastofnunar á þessu svæði. Því að það má alveg koma töluvert fleiri lóðum þarna fyrir og nýta svæði betur. Áætlaður kostnaður við þessa skoðun stofnunarinnar um 10 milljónir að hámarki og hefur hann staðið aðeins í vegi fyrir því að fara hefur verið í verkið en
En það búið að vera að skoða þetta og mögulegt væri að ná honum tilbaka með sölu á byggingarétti lóðana eins og við gerum til dæmis með Hvítingaveginn nýverið. Og það er mikil eftirspurn eftir lóðum og bara eðlilt að setja verð á byggingarétt. Sérstaklega í ljósi þess að landsvæði okkar er á skornum skammti og ekkert óeðlilegt við að setja verð á byggingarétt, sérstaklega þar sem við erum að tala ný svæði þar sem eru óröskuð og þarf að fara í mikla vinnu við. Það eru spennandi verkefni framundan í skipulagsmálum og verður gaman að fá að koma að þessu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestur og áheyrendur, ég ætla bara að fá örstutt að koma inn upp til að bera af mér sakir. Það sem það kom fram í máli formanns bæjarráðs Njáls Ragnarssonar að ég hefði haldið því fram að sjóðir væru nýttir í að fjármagna rekstur. Það kom hvergi fram í minni ræðu og ég myndi bara vera þakklátt fyrir það ef hann myndi fara þá yfir það á myndbandi og sýna mér hvar það væri. Það er auðvitað sjálfsagt því meiri rekstrar afgangur sem að sveitafélagi hefur, því minna þarf einmitt að ganga á sjóði sveitafélagsins til þess að greiða fyrir nýframkvæmdir sem að sveitafélag fer í. En það er samt ekkert nýtt að formaður bæjarráðs, bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson snúi út úr eða vilji gera mér upp að halda fram einhverjum rangindum. En ég vil samt þrátt fyrir það taka undir annan hlutaræðu Njáls varðandi Eygló. Það hefur verið mjög gefandi og skemmtilegt að vera í því starfi og það verður sannlega ánægilegt að sjá þegar að það verður komið í full swing og ánægilegt og get tekið undir það með formanni bæjarráðs að sjá það verða veruleika og sjá það koma inn í þessa fjárhagsáætlun. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Vilja fleiri leggja orð í þennan belg? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, fyrst langar mér að þakka bæjarfulltrúa Margréti Rós Ingólfsdóttur fyrir að koma blátind hér inn í umræðuna. Ég veit að fyrrverandi bæjarfulltrúi Trausti Hjartarson hefði verið henni mjög ósammála hér í ræðustól. En bara varðandi það að svara þeirri spurningu að þá var þessi ákvörðun, voru 3 leiðir skoðaðar á sínu tíma og það var nú flestir á því að fargónum. En ég satt nú hann að fund einn allan með Minjastofnun og það er alveg rétt haft eftir það sem bæjarfulltrúinn sagði, þeir vilja varðveita en þeir gera sér fulla grein fyrir því að sveitafélagið ekki að fara í þá. Talandi um ráðdeild í rekstri, það er 100 milljónir sem kostar að passa hann. Bara komunum þannig að það sé að gera eitthvað fyrir hann. Þú veist, við erum ekki að tala um neitt annað. Og þeir átta sig á því og vildu bara að við myndum þá hingra eftir því að þeir eru að vonast til þess að geta fengið bátasjóð eins og húsafriðunarsjóð. Mér sýnst það nú ekki ganga í fjárlöguna núna. En við þetta samtal í gangi og bara öllu ganni sleppti þá eru þetta alveg rétt að við þurfum að fara að taka einhver afstöðu og ræða þetta. Þannig að bara takk fyrir það að taka blátind. Við áttum saman líka blátind þegar við sátum hérna bara held ég 2000 eða 2006, já, ég var með annarkvort Róbert eða Júníu, hún var 2006, ég var með lítið barn. Og þá voru við, rættu við blátind út í eitt, ég held ég verið laus, en það er nú gott að koma með hann hérna. Margrét var reyndar á annarri skoðun þá, það má nú ekki tala um það. En annað, talandum að gömul saga eða gömul vísa er aldrei oft kveði. Og fyrsta bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir kom með það fram hvað það væri frábært að Sjálfstæðisflokkurinn hefði selt hitaveitubréfin 2008 sem var mjög gott. Þá vil ég bara segja það að ég er eini bæjarfulltrúin hér inni sem tók þátt í þeirri ákvörðun og satt það næturfund að ákveða þessa mjög góð ákvörðun. Fyrirgeðu Margrét, þú varst líka. Já, við Margrét Rós sátum þennan fund sem var eftir 12 á miðnætti. Það sem var verið í sambandi og nánast verið að nota fax, þetta var á þeim tíma sko. En auðvitað var þetta
mjög hagfelld ákvörðun fyrir sveitafélagið en það var reksturinn ekki góður á þessum tíma og þessir sjóðir voru á ævintýralegum tekjum og það var ekki út af því að meirihlutin í Vestmannaeyjum var alltaf að hringja og láta græja og færa á milli. Þeir eru auðvitað bara í eignastýringu, alveg eins og þeir eru í dag, það er nákvæmlega sama formið og mér finnst svolítið sérstakt að vera að tala hvað þetta sé búið að hafa rosalega mikil áhrif og þetta er allt búið að vera ómögulegt og það voru svo mikla fjárfestingar en samt var voru bara vextirnir og græjuðu og vextirnir eru ekki að koma. Fjárfestingarnar á síðasta kjörtímabili voru í fastafjármunum 2-falt hærri en á kjörtímabilinu á undan. Í öðru lagi það fer 1/3 af sjónum sem er rúmlega milljarður en fjárfestingarnar okkar hækka tæplega 3,4 milljarða á sama tímabili. Þessum peningum er varið í það að styðja og styrkja við þjónustu sveitafélagsins og það er villandi, það með allir hafa sína skoðun en það er villandi að setja þetta fram með þeim hætti og kemur bæði fram í máli Hildur Sólveigar Sigurðardóttur og í bókun Sjálfstæðisflokksins að það bara sé verið að ganga á sjóðina. Núna þurfum við ekkert að gera til að ganga á sjóðina. Þeir sjáum það algjörlega sjálfur vaxtaumhverfið á Íslandi og ef við hefum átt enn meira inn í þessum sjóðum þá værum við að verða fyrir enn meira höggi á þessa sjóði. Þannig að við þurfum svona aðeins að velta því fyrir okkur til hvers eigum við þessa sjóði. Ég er ekki hlynnt því að fara með það út úr húsi og eyða þeim út um allt en ég er hlynnt því að byggja slökkvistöð. Ég er hlynnt því að fara í þessar fjárfestingar sem við verðum að fara í á undanförnum kjörtímabili til þess að byggja fyrir betri þjónustu og styðja þetta samfélag að í hlutverk bæjarstjórnar Vestmannaeyja hlýtur að vera að veita góða þjónustu og að halda vel utan reksturinn og það eru við að gera annars væru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki að samþykkja þessa fjárhagsáætlun. Það er alveg ljóst. En mér finnst þetta bara trufla mig og svo bara svona pirringsleiðrétting, fundinir voru 2 fyrir fyrri umræðu, já, ekki þarf ekki að draga úr því, þú minkar þetta með 1/3 sko. Þannig að, en svo ætla ég að fá að vera með smá bókun, að því að mér finnst rosalega erfitt að sitja undir því að það sé alltaf verið að búa til þessi hughrif og það er alveg rétt. Hildur Sólveig Sigurðardóttir Bæjarfulltrúi sagði ekki að við værum að nýta peningana í rekstur, en ef þú ert ekki inn í því hvernig hlutirnir eru byggðir upp, þá er þetta að skilja það þannig og það eru hughrifin sem verið að skilja eftir. Þess vegna er mikilvægt að þau séu ekki skilin eftir og því eru hér með bókun fyrir meirihluta EOH-lista. Meirihluta EOH-lista vil ítreka enn og aftur að sjóði sveitafélagsins hafa aldrei á undanförnum 5 árum verið nýttir í að fjármagna rekstur sveitafélagsins líkt og haldið hefur verið fram í máli sjálfstæðismanna. Hið rétta er að mikilvægur fjárfestingar voru helmingi hærri á síðasta kjörtímabili heldur en kjörtímabilinu þar á undan og í það fóru hlutir úr þessum sjóði. Bókun lýkur. Og svo ætla ég bara aftur að þakka fyrir góða stemmingu. Mér finnst pínu pirrandi að þetta var kallað upplýsingafundir. Ég marg spurði hvort að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vildu koma eitthvað málefni inn á fundina, hvort við ættum að tala eitthvað annað, hvaða tillögu þau höfðu. Þannig ég uppleiði þetta sem vinnufundi, eða kannski sikkur skilningurinn, að því mér finnst mikilvægt og ég vil bara þakka fyrir gott samstarf sem er líka á millifundana, að því að það er okkar hlutverk, alveg sama hvar í flokki við stöndum og ég teki undir með bæjarfulltrúa Margréti Rósu Ingólfsdóttur áðan þegar hún var að fara yfir hlutverki okkar og tala misjafnar áherslur, en áherslurnar liggja alltaf ekki endilega í þeim framboðum sem fólk er í forsvari fyrir. Maður hefur alveg heyrt það á mann og öðrum að það er bara misjafnt, bara hvernig við erum að Guði gerð og hvaða áherslu við höfum í lífinu. En ég held að það sé gott að vita til þess að nú vona því að forseti samþykki líka fjárhagsáætlunina, þannig að mér sýnist að hún ætla að fara 9-0, þannig bara takk í bili. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Já, það er kannski með leyfi varaforseta þá viljum taka af allan vafa það að ég ætla að styðja þessi fjárhagsáætlun. Ég er stoltur af henni fyrir margar hluta sakir. Ég held að þarna sé fundið hárfínt jafnvægi á milli varfærni og framsýni í því sem sveitafélagið er að gera. Það er varfærni í áætluðum tekjum og við erum auðvitað öfundsverða því eins og hér hefur komið fram að við erum líklega það sveitarfélag sem á ýmsa mælikvarða mælt stendur best á landinu af þessum sveitarfélögum af þessari stærð og stærri.
Að svo mæltu, ekki fleiri, Eyþór, þú verður að koma upp. Gjörðu svo vel, Eyþór Harðarsson. Forseti, góði bæjarfulltrúar, svona rétt til að bæta á þessa umræðu sem að hefur orðið svona út af viðkvæmni meirihlutans á því að við skulum tala um sjóðin okkar, að við byggðum slökkvistöð og eitthvað meira, eitthvað hefur farið í færslur úr sjóðum Vestmannaeyjabæjar. Hvað ef við hefðum ekki átt þessa sjóði? Við megum ekki, þú veist, það sem maður var að benda á í ræðuminni áðan, að við þurfum að vera með rekstur sem gefur eftir eða skilar ákveðnum mörgum, eða hvað við segjum, 300-400 milljónum á ári til þess að mynda standa undir fjárfestingum í bæjarfélaginu. Og ég segi bara, ef við hefðum ekki haft þessa sjóði sem að Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri samþykti hérna á næturfundi fyrir mörgum ára síðan og Margrét Rós Ingólfsdóttir, þá væri sennilega bara engin slökkvistöð þetta. En það sem að maður kannski vildi líka beina með, eða sko segja svona í restina, þó við séum nú ekki komin í einhvern kurs í rekstrarfræði í háskólanum, en þá verðum við að gera okkur mikla grein fyrir því þegar við tökum ákvarðanir hvaða þýðir inn í framtíðina. Mun það kosta okkur mikið, mun það færa okkur mikið, eða er þessi leið miklu ódýrari í framtíðinni heldur en hin leiðin og allt þetta. Og þá er kannski ágætt úr því við erum byrjað að tala um fjármálin. Þetta er það sem við gagnrýnum mest á sínu tíma þegar Íslandsbankahúsið er keypt og menn ákveða að taka ekki alla stjórnsýsluninn á 3. hæðina, því að þar held ég að við höfum getað spara okkur svona 50 milljónir á ári bara í rekstri stjórnsýslunar að hafa hann á einu stað heldur en þessi gjörningur að hafa skipt þessu svona upp. En kannski er ég búin að sprengja fundin með þessu athugasemd, en þetta er svona, við þurfum alltaf bara að vanda okkur og ég held ég hef ekki verið búin að segja það. Ég mun styðja þessa fjárhagsáætlun sem er í gangi núna. Takk fyrir. Er þá mælendalistinn tæmdur? Þakkaði fyrir Eyþór Harðarsson. Einhverju fleiri sem vilja leggja orð í belginn? Svo er ekki. Þá ætla ég að bera upp til atkvæða eftirfarandi lykiltölur úr fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir 2023. Hefst nú lesturinn. Fjárhagsáætlun Sveitarsjóðs Vestmannaeyja 2023 tekjur alls 5.313.718.000. Gjöld alls fyrir fjármagnsliði 5.195.138.000. Rekstra niðurstaða jákvæð 167.431.000. Veltufé frá rekstri 752.937.000. Afborganir langtímalána 25.265.000. Ég tek okkur vara fyrir því að ég gæti farið kommuvilt og núllavilt hér eitthvað. Handbært fé í árslok 2.036.080.000. Fjárhagsáætlun B-hluta Bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2023. Rekstrar niðurstaða Hafnarsjóðs er tap upp á 4.278.000. Rekstrar niðurstaða Vatnsveitu 0. Rekstrar niðurstaða Fráveitu hagnaður upp á 73.503.000. Rekstrar niðurstaða félagslegra íbúða 0. Rekstrar niðurstaða Náttúrustofu Suðurlands hagnaður upp á 3.638.000. Rekstrar niðurstaða Eyglóar ljósleiðari tap krónur 14.537.000. Rekstrar niðurstaða Herjólfs OHF hagnaður upp á 2.669.000. Veltufé frá rekstri 209.145.000 og afborganir langtímalána 7.501.000. Fjárhagsáætlun samstæðu Vestmannaeyja fyrir 2023 er þá tekjur alls upp á 7.819.429.000. Gjöld alls upp á 7.625.534.000. Rekstrar niðurstaða jákvæð 228.426.000.
Veltufé frá rekstri 962.082.082. Afborganir langtímalána 32.766.000 og handbært fé í árslok 2.036.080.000 krónur. Þeir bæjarfulltrúar sem styðja þessa fjárhagsáætlun gjöru svo vel að réttu upp hönd. Og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Takk fyrir það. Og þá tekið fyrir annan mál á dagskrá. 3 ára fjárhagsáætlun fyrir Vestmannaeyjabæ 2024 til 2026, seinni umræða. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 3 ára fjárhagsáætlun fyrir Vestmannaeyjabæ fyrir árið 2024, 2025 og 2026. Í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu áætlunarinnar. Áætlunin var lögð fram í bæjarstjórn til fyrri umræðu 25. október síðastliðinn samkvæmt 1. málsgrein 62. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og 51. greinar bæjarmála samþykkta Vestmannaeyjabæjar. Breytingar milli umræðina á 3 ára áætlun eru óverulegar og þar sem áætlunin tekur mið af fjárhagsáætlun 2023 breytist 3 ára áætlunin til samræmis við breytingar á þeirri áætlun. Eins og fram hefur komið mikil vinna lögð í fjárhagsáætlun næsta árs en 3 ára áætlunin er uppreiknuð og byggð á því. Það er 2023 er búið til 2024 og 2024 er gert 2025 og svona koll og kolli. En það er aðeins farið eiginlega svona mest er skoðað varðandi svona áætlaðar einhverja framkvæmdir og þær eru áætlaðar á tímabilinu fyrir rúma 2 milljarða þessu 3 ára tímabili og það er að segja á árinu 2024 eru áætlaðar 854 milljónir. Árið 2025 eru það 978 milljónir, 2026 eru 338 milljónir. Í stærstu verkefnin í milljónum króna er auðvitað Hamarsskólinn sem er langstærsta verkefnið 2024 og 2025, 400 milljónir hvort ár og svo er reyndar hérna inni 0 2026 og það væri bara rosa bjartsýni ef það yrði 0 en það er eitthvað sem við munum bara taka á. En svo eru þarna inni peningar og það kom fram í máli Margrétar Rósar Ingólfsdóttur hér áðan að hún hefði viljað sjá að við værum að fara að leggja gervigras á Hásteinsvöll og það vildu allir bæjarfulltrúar í síðustu bæjarstjórn. En það voru settir peningar inn á þessu ári og í 3 ára áætlunin inn á árið og eftir til þess að klára það. En ég tek undir með máli bæjarfulltrúa Gísla Stefánssonar þar sem að tala það skipti máli að félagið sé sátt og komi til okkar og klári þessa hluti. Og við skulum vona bara að það gangi hratt og vel fyrir sig. En það eru ákveðnar uppbyggingi í íþróttamannvirkjum sem á að byggja á þessari skýrslu og það verið að taka frá fjármuni í það og svo erum við að taka frá verulega fjármuni í raun á hverju ári til að byggja upp fráveituna. Þrátt fyrir það að hún sé bara á fínum stað hér í Vestmannaeyjum. En ég ætla að fara aðeins yfir hérna nokkur af þessum verkefnum sem eru framundan hérna. Og þetta bara það sem ég sér aðeins og þetta náttúrulega ekki marktækt. Ég hef ekki trú á að þetta verður svona að verði rosa lítið að frétta 26. Ég hugsa að við verum alveg búin að bæta einhverju þarna við. Ekki nema að við bara tökum ákvörðun að gera það ekki. En þetta er svona í sóluriti, svona í hvað þetta er að fara. En þá er það Hamarsskólinn og það er eins og við fórum yfir áðan að þá er þetta staðan og ástæðan fyrir að við förum aftur yfir glæruna hér er að hún er auðvitað líka inn í 3 ára áætluninni. Og vonandi tekst okkur að klára hana 23, 24 og 25. Og það er verið að leggja tímalínu upp þannig sem er enda marg búin að breytast. Það er ekki sérstaklega gott. En vonandi verður hún boðin út núna í desember eða janúar þessi framkvæmd eins og ég sagði áðan og
Þetta verður gríðarleg bylting í bara öllu sem tengist skólanum og býr til einmitt rými fyrir að vera sérstaklega fyrir frístundaveru og tónlistaskólan og kemur allt undir sama þak sem vonandi mun virka inn í tónlistaskólan sem hvatning að fleiri fari í tónlistanám. Og þetta húsnæði tónlistaskólans algjörlega óviðunandi eins og það í dag. Sérstaklega hvað varðar aðgengi. Heyrðu, og þá það íþróttamannvirkin og það þessi undirbúningsvinna sem hefur tafist en það þörf á uppbyggingu íþróttamannvirkja og ljóst að íþróttamiðstöðin komin til ára sinna og þarnast mikils viðhalds og eins og framkom áðan að þá verðum við að búa til þessa áætlun húsið. Eru allir hlutir húsins þannig að við eigum að laga það og láta á standa? Eða eitthvað hluti af húsinu sem bara borgar sig ekki að vera að laga alltaf? Af því það gríðarlega mikið viðhald á íþróttamiðstöðinni og við vitum það að stutt síðan við tókum ganginn í sundlaugarkleifunum sem kostaði mjög mikla peninga og við tókum reglulega, það kosti 2 held ég inn í bæjaráð, aukafjárveitingu út af því, viðauka. En þetta þarf að gera og svo þarf við að halda áfram og skoða þessa uppbyggingu á þessari búningaaðstöðu sem væri þá inn í þessari framtíðarsýn og svo þarf við að klára þessa íþróttaskýrslu. En unnið hefur verið jafnframt af því að í samstarfi við golfklúbbinn og það komin þessi 3 ára samningur varðandi uppbyggingu aðstöðunni þar sem frábær. Svo það fráveitumálin. Þeir segja það nú og sögðu það í þessum vinnuhópum sem að ráðuneyti var með í tengslum við fráveituna, innviða ráðuneyti að því að búið að vera mikill þrýstingur á að fá vaskinn af þessum framkvæmdum og þeir gáfu sig ekki þar, í rauninni heitir þetta styrkur en þetta styrkurinn reiknaður út eins og þetta væri vaskur, þannig þeir bara vil ekki gefa sig að þeir sé að breyta vaskinum og þar skiluðum við mjög metnaðarfullri áætlun en við getum alveg sagt það, þetta nú að verða eitthvað svona sjálfshól fyrir Vestmannaeyjar en við stöndum framalega samt í fráveitunni miðað við mörg önnur sveitarfélög. Við eigum eftir að fara í tölverða framkvæmdir í Vesturbænum, þeir koma hreinsistöð við Búhamarinn og þar út að því Vesturbærin ennþá ekki í góðum málum hjá okkur og tengja hann inn á kerfi bæjarins en þar plan og það auðvitað, við þurfum að gera ákveðna hluti hérna með höfnina en svo bara í undirbúningi ýmis verkefni sem tengjast fráveitinu og við fengum öll verkefnin okkar samþykkt á þessu nokkra ára tímabili þar segjandi styrk hlutfalllega á móti á ríkinu þannig að skiptir okkur miklu máli. En þá Hafnarsvæðið að það stytting Hörgæsarskarðs sem ég búin að fara yfir áður og áfram verður unnið að rannsóknum á stórskipakanti norðan Eiðis og liggur töluvert upplýsingum fyrir það og samkvæmt útreikningum vegagerðarinnar byggt á því að búið að sækja ýmis gögn og vinna að þá þetta mjög tímafrekt og dýr framkvæmt en allt ráðið og bæjarfulltrúar allavega hingað til hafa allir verið sammála það að við þurfum að undirbúa þessa framkvæmt vel en við þurfum að hafa hana hún þarf að vera á dagskrá, hún skiptir samfélagi okkar gríðarlega miklu máli og það áfram unnið aðeðinni og svo ýmis önnur verkefni sem má finna í 3 áætlunum sem tengjast höfninni. Ljósleiðaravæðingin, bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson fór mjög vel yfir Eyglóarverkefnið áðan þannig að ég ætla bara að leyfa glærinu standa og ekki eyða tíma í það. En þá það aðal- og deiliskipulag, það gríðarlega eftirspurn eins og kom fram í máli Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur áðan varðandi það sem framundan og við þurfum að bæta við lóðum, við þurfum að endurvinna húsnæðisáætlunina okkar og græja það, halda áfram og búa til fleiri lóðir, stærsta verkefnið Malavöllurinn, en það þarf að skoða fleiri svæði og það margt sem undir og það mörg stór verkefni sem ekki bara endilega á vegum sveitafélagsins, það ekki bara þessar lóðir, það líka að finna áhugaverðar framkvæmdir á vegum einkaaðila sem kalla á breytingar á aðalskipulagi og þá deiliskipulagsvinnu í rauninni í samstarfi við þá aðila sem kostuð af þeim. Og það má nefna uppbyggingu á laxeldi í Viðlagafjöru sem mun vera inn á næstu árum hjá okkur. Það baðlón í Nýjahrauninu og auk annarra margra stóra verkefna sem tengjast sjávarútveginum. Það uppbygging hérna hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum og þetta alltaf að skila sér í trú á þetta samfélag. Og það þarf að vinna töluvert í tengslum við þetta. En við eigum kröftugt og öflugt samfélag og það mörg spennandi verkefni framundan á næstu árum eins og ég hef farið yfir og mörg sem ég hef ekki minnst á en það sem ég held að það sé mikilvægt að við áttum okkur á því að við megum ekki láta
taka okkur í bólinu. Við þurfum að vinna gríðarlega vel í aðalskipulags- og deiliskipulagsverkefnum vegna þess að það helsta gagnrýni á sveitarfélögin í dag að það sé ekki tilbúna lóðir, það get ekki átt sér stað uppbygging og það bæði varðandi atvinnulíf og íbúðir og hús fyrir einstaklinga. Þannig takk fyrir það og bara vestan alltaf góð hugmynd. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, og venju samkvæmt les ég hér innbókun áður en orðið ekki laust og hún svofelld. Íris Róbertsdóttir gerði grein fyrir 3 ára fjárhagsáætlun 2024 til 2026 og sérstaklega þær framkvæmdir sem áætlaðar eru á umræddu 3 ára tímabili. Langstærsta einstaka framkvæmdir næstu árin stækkun Hamarsskóla. Einnig verður lögð áhersla á uppbyggingu annara innviða og svo farið yfir í glærukynningu bæjarstjóra og fylgir fundargerðinni. Nú orðið laust þessa áætlun. Og hér sitja menn hljóðir og sáttir. Þannig að þá bið ég ykkur að gefa mig merki þið sem eruð sammála og samþykk þessari áætlun. Og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 3. mál á dagskrá, umræða samgöngumál. Og nú spyr ég hver hefur framsögu málið. Hildur Sólveig, það þú? Ég vil nefnilega ekki, svo ég skjóti því hér inn eins og fundi hér daginn, þá gaf ég henni orðið á hans og hann bæði það, þess vegna bæði eftir. Gjörðu svo vel, Hildur Sólveig. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, ég vildi allan að tryggja að liðurinn yrði á dagskrá og óskaði eftir umræðu samgöngumál, ekki síst í ljósi þess að það eru auðvitað búin að vera erfiðar aðstæður með ferjuna, það búið að vera erfiðar aðstæður til dýpkunar. Mér skildist að á sínum tíma hafi verið dýpi fyrir Herjólf orðið nægjanlegt og 6,5 metrar skils mér og svo hafi komið þarna 1 dagur og það hafi farið skyndilega upp niður í 3 og menn eðlilega svo ósáttir við þessa bilun sem svo kom upp í kjölfarið á að skipið var að koma úr slipp. Og ég vildi náttúrulega kannski bara í ljósi þeirra óánægju sem að spratt upp í kjölfarið svona bara brýna okkur áfram og ég veit auðvitað við þurfum kannski ekki endilega brýninguna þau sem hér sitja en við eigum auðvitað að nýta þau tækifæri, þó svo sé ljótt að kalla það tækifæri, en það auðvitað tilefni til þess að ítreka hversu í rauninni brothættar samgöngu og aðstæðnur okkar í samgöngum eru. Og það liggur á þessum þáttum sem við höfum rætt, það liggur á betri dýpkun, það liggur á fáum náttúrulega í rauninni helst varaskip, betra varaskip sem sé þá helst staðsett í landinu fyrir fleiri sveitafélög. Nú vitum við náttúrulega hvernig staðan með ferjuna Baldur og maður sér alveg að það getur orðið einhver svona ákveðin samlegðar áhrif þar fyrir Vestmannaeyjabæ með nýrri ferju þar. Þannig að maður hefði allan að vilja að það væri haft til hliðsjónar við byggingu þeirrar ferju. Svo auðvitað eins og við höfum talað rannsóknir varðandi jarðgöng og flugið. Og við náttúrulega tökum hér umræðu liði í fundargerð bæjarráðs frá því í dag. Þess vegna kannski spyr ég mig hvort við ættum ekki bara hreinlega að taka umræðu það sem þar kemur fram. Og ég ætla persónulega ekkert að vera að hafa neina ræðu það annað en það hefur svona ángrað mig aðeins síðustu daga. Það búið að vera hugsa að flesti bæjarfulltrúar hér hafa orðið vitni að því að það náttúrulega flugljósið upp á upp á klifi náttúrulega stöðugt að blikka. Ég hef tekið þetta mjög persónulega sem sérstaka áminningu til okkar bæjarfulltrúa að það sé ekkert flug af því þetta ljós blikkar og blikkar nánast allan sólarhringinn. Mér skilst það sé nú að því að Isavia hafi ekki fjármuni eða vilja í að fara og lagfæra strenginn sem þarna og þori ekki hreinlega að slökkva á því að þau eru hræddir að það sé ekki hægt að kveikja á því aftur. Þannig að þetta er kannski svona ágætis vegvísi fyrir okkur og áminninga það að við þurfum að
þurfum að fá flugið í gang og við eigum að nota þessi tilefni sem að koma með þessum ömurlegu aðstæðum sem urðu hérna daginn að pressa á að það verða að koma úrbætur í þessum málaflokki. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, þessi liður var á dagskrá bæjarráðs í þeirri fundargerð sem var tekin hér inn með afbrigðum og það voru samgöngumál á dagskrá og varðaði flugið og ég alveg vissum að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir veit það að við nýtum hvert tækifæri sem við höfum og það hafa bara langflesti bæjarfulltrúar gert, vona ég, vegna þess að það er hlutverk okkar allra. Það er ekki bara hlutverk embættismanna sveitarfélagsins að ýta á eftir því. Það skiptir gríðarlega miklu máli að allir noti allar þær tengingar og allt sem þeir hafa og ég meðal annars skauti vel á alþingismanninn Vilhjálm Árnason að hann er í kjörstöðu til að tryggja okkur fjármagn í ríkisstyrkt flug þar sem hann situr bæði í fjárlaganefnd og er formaður umhverfis- og samgöngunefndar. Þannig ég held að það sé mikilvægt að við höldum öllu þessu fólki við efnið og þetta er tvíþætt varðandi flugið. Flugið er þess eðlis að við erum að berjast fyrir því að ríkisstyrkta flugið sem var tekið af 2010 að við fáum það inn aftur. Það hefur ekki með það að gera sem rætt var í bæjarráði í dag. Vegna þess að þetta er tvennt ólíkt. Ríkisstyrkt flug þýðir það að ráðuneytið fyrir ykkur á könnun, eða fyrir Vegagerðin að gera það, þeir finna út eitthvað lágmark sem þeir ætla að tryggja, eitthvað X. Þú fær greitt fyrir það, sá aðili sem fær það flug, hann fær greitt fyrir það, fjármuni, en hann má bæta við ferðum og breyta. Þetta er bara trygging til þess að hann fljúi og hann má aldrei minnka áætlunina meira en þessar ferðir sem voru í útboðinu, en hann má bæta við. Og þar kemur misskilningunum við þetta svo kallar lágmarksflug sem engin bæjarfulltrúi er búin að greina sem lágmarksflug. Við höfum nú alltaf sett meira inn. Heldur er það greint í Vegagerðinni fyrir hönd ráðuneytisins og þetta er eitthvað sem er fundið út. Það er vegna aðstæðna í samgöngum sem má setja það inn og það er ekkert í rauninni það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa hér á undan mér að ástæðan fyrir því að við getum fengið inn einhvers konar lágmarksflug er vesen á Landeyjahöfn. Það snýst þetta, en það er samt búið að greina það að vesenið er ekki meira en það að það er 3 flugferða virði. Þannig að við getum ekki gert annað en að kalla eftir því, en ef að þetta gengur nú eftir, ef að þessi tilboð eru þess eðlis að ráðuneytið geti gengist við þeim, að þá ætla ég rétt að vona að það verði notkun á þessu flugi, vegna þess að þetta var síðast, við vorum með, þá var það undir, í rauninni var þetta COVID-flug og þá var líka Herjólfur að sigla mjög mikið í Þorlákshöfn í janúar og mars í fyrra, að þá var flugið, það var algjörlega línulegt, gagnvart því þegar var Þorlákshöfn, þá var að nota, þegar var Landeyjahöfn, þá var nánast enginn í vélunum. Þannig við einhvern veginn, kannski er þetta bara dottið út hjá okkur, en þetta eru tölurnar, gagnvart notkunninni eru þannig. En varðandi það að ef ég snýmir aftur svo af Herjólfi og ég ætla bara að vona þetta gangi eftir að því þó þetta sé lítið þá skiptur þetta okkur máli að hafa þetta í gangi og bara svo þurfum við að klára þetta með ríkisstyrkta flugið og það er vonandi komið á betri veg en það færðu þetta að tryggja fjármagniða. En varðandi það, þetta var samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fékk, ég veit ekki hvaðan bæjarfulltrúinn fékk sínar, að þá var þetta ekki 1 dagur sem að dýpið fór úr 6,5 í 3, heldur var þetta tímabili 15. til 21. nóvember, að 15. nóvember er 6,5 í dýpið og það er bara flott mæling, 6,5 metr. Þannig menn bara fara að huga því, heyrðu, þá bara förum við og við bara, þú veist, það þarf ekki að dýpka. Þetta er bara flott, þetta er mjög flott dýpi. 3 dögum seinna eru komnir 5 metrar. 3 dögum eftir það var rétt í kringum 4 og sumstaðar aðeins niður í 3. Þannig á 6 dögum og nota bene þegar það var komin í 5 metrarnir, hérna 18. dagana 3, þangað til dýpið varð aftur með þessum hætti að það var orðið þannig að við varum að sigla með þessum hörmungum eftir einhverju flóðatöfli hérna upp yfir, að það var ekki hægt að dýpka einn einasta dag á þeim tímabili. Og ég vona að við getum verið svolítið málefnalega í umræðinu dýpkunina. Við erum með mun afkasta meira dýpkunarskip. En það er ekki til dýpkunarskip í heiminum og það er búið að fara það yfir með bæjarfulltrúum oftar en einu sinni sem getur dýpkað í meira en 1,5 metr í hafnaminninu.
ef það er meira en 1,5 meter, þeir hafa geta verið 1,6, 1,7, en það fylgir mikil áhætta á að skemma búnaðin og annað, að það er bara ekki hægt að dýpka. En þeir verða að nota alla glugga sem eru undir þar og í því, þú veist, við þurfum að sinna því að halda þeim við efnið og það er engin, bara svo við tölum hérna, það er engin í vegagerðinni, það er engin í ráðuneytinu, það er engin í bæjarstjórn, það er engin heldur borði í þessu skipi sem vill að höfnin sé lokuð. Þannig fólk hlýtur að nota öll tækifæri en við megum alls ekki halla okkur aftur og halda við þurfum ekki að íta á þetta. Ég íti á dýpkun í Landeyjahöfn á hverjum einasta degi. Það er bara hluta morgunrútínu að senda á fannar sko. Þannig þegar staðan er svona. En þetta bara skiptir máli en við þurfum að vera faglega í umræðinni og við þurfum að vera með staðreyndir og tala en það er óásættanlegt að höfnin sé lokuð. Ástæðan fyrir því hún er lokuð er að þetta er ekki höfnin sem okkur var lofað. Hún er ekki tilbúin. Og ég tek undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa hér á undan mér og við erum að þrýsta á það, við eigum að láta klára þessar rannsóknir og þessar fýsileikakönnunum þessi göng að því það verður að hafa það á borðinu áður við tökum næstu skref varðandi samgöngumál í Vestmanni. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri tjá sig um málið? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, ég ætlaði bara að fá kannski aðeins að bregðast við að því vissulega líkt og bæjarstjóri kom inn á er það hlutverk okkar allra sem hér sitjum að bregðast við og nota okkar kanala og okkar þrýsting til þess að leggja þetta fram og þeir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem hér sitja í bæjarstjórn létu sitt ekki eftirliggja þegar þeir mættu og með stórum hópi fólks hér úr Vestmannaeyjum á landsfund Sjálfstæðisflokksins og komu þar inn mörgum einmitt þeim málefnum sem að skipta máli gagnvart samgöngur við Vestmanneyjar. Þar á meðal kláraða rannsóknir fyrir jarðgöng, þar á meðal nauðsyn flugs milli höfuðborgar og Vestmanneyja og það voru eins mikilvægt í rauninni heilbrigðismál sem er staðsetning flugvallarins í Vatnsmýrinni og það verið tekin út þessi kjánalega setning sem verðist alltaf hanga þarna inni að þar til annar og betri kostur finnst. Það er ekki eins og það verði í framtíðin einhver annar og betri kostur. Háskólasjúkrahús Landspítala er þarna í miðborginni og ef við ætlum að geta veitt öllum landsmönnum jafna þjónustu eða sem jafnasta þjónustu þá þarf flugvöllurinn innanlandsflugvöllurinn sannarlega að vera í Vatnsmýrinni. Þessum málumnum hefur við haldið vel á lofti og unnum við skipulega að því á landsfundi, náðum eyrum okkar fulltrúa og munum að sjálfsögðu að halda því áfram að koma því í gegn. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins Vilhjálmur Árnason, hann tók þetta upp, hann er sérstakur fulltrúi barna inn á Alþingi og mér fannst ánægilegt að hann setti þetta mál líka í samhengi við aðstæður barna. Og það er auðvitað oft erfitt og við þekkjum það foreldra sem erum að senda börnin okkar í íþróttaferðalög að það er erfitt og erfiðar aðstæður sem við erum að senda eins og þarna kom upp á að þarna var hópur sem þurfti að gista í rauninni nótt lengur en áætlað var og þetta er auðvitað erfiðar aðstæður en það er gott og ég til allan að við finnum skilning hjá okkar fólki og ég get alveg fullvissað allavega bæjarfulltrúa meirihlutans og aðra um það að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins láta sitt ekki eftirliggja í því að halda þessum mikilvægum málumnum og hagsmunamálum sveitarfélagsins sterklega á lofti. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þetta og ég efast ekki með það að þið hafi staðið ykkur vel bæði á daginn og kvöldin á þessu landsfundi en það er eitt að skilja. Við mætum alveg rosalegum skilningi hjá öllum og það er ég hef ekki talað við einn þingmann sem skilur ekki aðstöður okkar en það þarf að gera. Þetta snýst það að þingmennirnir okkar að þeir fylgi því eftir að við fáum þetta fjármagn og
það er mjög margt sem er farið inn í landsmjúkt ályktun Sjálfstæðisflokksins sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa ekki farið eftir. Við þekkjum það bara á langri reynslu. En það er bara gott að hafa þetta þarna inni, það er þetta að nýta þetta, en þetta snýst það að láta framkvæma. Og það er bara eins og með vatnslausun og margt annað sem við gengið í gegnum. Við mætum allstaðar skilningi og getum ekki kvartað við því. En bara gott að heyra. Og við látum okkar ekki eftir liggja heldur. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, ég get nú ekki annað glaðst yfir því og komið hérna upp þegar að það stöllur bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir taka hérna á víxl undir ræðu hvors annarar. Það er sjaldgæft. En það sem ég finnst, ég tek bara undir það sem Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri sagði, að við mætum allstaðast skilningi, en það sem að við þurfum að, ég held oft á tíðum sé ekkit hlusta, það er kinka kolli og það er ekki einu svona skilningur, það er bara reynt að vera jákvæð þangað til fundi lýkur, en það sem að við þurfum einhvern veginn að koma inn hjá okkar þingmönnum, hvort sem það, í hvaða flokki sem það er, samgönguráðherra, fjármálaráðherra eða okkar þingmenn, að Landeyjahöfn er ekki svo samgöngubót sem okkur var lofað og átt að vera heilsárslaust, og í huga okkar var eðlilegt að flug myndi leggjast af við þá samgöngubót. Þegar að þessi samgöngubót er ekki svo samgöngubót sem að hún átt að vera, hún er ekki það sem að við áttum í rauninni 4-5 mánuður ári, er hún bara ekki það sem við getum treyst á, þá er ekkert eðlilegra en að ríkið grípi þarna inn í og ríkistyrki flug til Vestmannaeyja yfir þessa vetramánuði, og ég er full að trúa ef að það er gert, þá munir sig samgönguleið verða sjálfsögðu notuð út af því að fólk verður að nota hana, og að flugfélögin sjáu sig jafnvel tækifæri því að fljúga hér á sumrin á markaðslegum forsendum. Þetta er svona draumurinn minn í samgöngumálum varðandi flugi. Ég er ekki viss um að flugi sé svona vonlaust til Vestmannaeyja þó að sé komin ferja, því að ekki á meðan við erum með milljónir túrista hérna á ferðinni. En þetta er svona þetta er það sem helsta sem við þurfum að kenna okkar eða reyna að koma inn hjá okkar þingmönnum og ráðherrum, er að Landeyjahöfn er ekki þessu bót sem var lofað, og flugi verður að brúa það yfir erfiðasta tíman. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Fleiri? Ef svo er ekki, þá vindum við okkur yfir í fjórða mál á dagskrá þessa fundar, sem er dagskrá bæjarstjórnarfundar eða höllu heldur frekar fundardagar bæjarstjórnar. Eftir samráð við aðra oddvita hér í bæjarstjórn leggur forseti fram svofellda tillögu fundardaga frá janúar til október 2023. Það er 19. janúar, það er 23. janúar, minningafundur í tilefni gosupphafs, 23. febrúar, 31. mars, þá er fyrri umræða ársreikning, 4. maí, þá er seinni umræða ársreikning, 22. júní, 3. júlí, þá verður hátíðafundur klukkan 12 þann dag, 13. júlí verður síðasti fundur fyrir sumarfrí og 14. september verður fyrsti fundur eftir sumarfrí. Vill eitthvað tjá sig þetta? Þá ber ég þessa tillögu undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir gefi það merki. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Og þá flytjum við okkur yfir í fundargerðir ráða. 5. dagskrármálið er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 373 og liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. 7. dagskrármálið er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3182,
Liðir 1-6 liggja fyrir til upplýsinga. 7. dagskrármálið er fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 365 og liðir 1-5 liggja fyrir til upplýsinga. 8. dagskrármálið fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 285, liðir 1-4 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá er komið að 9. dagskrármálinu sem er framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 281. Fyrst er tekin fyrir til ákvörðunar liður 4, fjárhagsáætlun Vestmannaeyjahafnar fyrir 2023. Óskar einhver bæjarfulltrúi eftir að taka til máls um þetta? Svo er ekki, þá ber ég þennan lið undir atkvæði. Bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa áætlun gjöru svo vel að réttu pönt. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Næst tökum við fyrir 5. lið í þessari fundargerð, verkferlar við ráðningu hafnarstjóra. Þetta liggur fyrir til umræðu. Nú háttar í fyrsta lagi þannig til að ritari fundarins Angantýr Einarsson hefur óskað eftir því að víkja af fundi á meðan þessi umræða fer fram, eða umræða undir þessum lið, og hefur forseti orðið við þeirri beiðni. Við fundarritun meðan á þessu stendur tekur Drífa Gunnarsdóttir fræðslufulltrúi. Og nú er að sjá hvort að hún er rétt og komin. Þá held ég að við hingrum augnablik. Ég vildi þó taka fram líka að í öðru lagi þá hefur verið óskað eftir lengri ræðutíma undir þessum lið og verður sömuleiðis orðið við því. Þannig munu þeir bæjarfulltrúar sem taka til máls hafa að hámarki 15 mínútur í fyrri umræðu og 5 mínútur í seinni ræðu. Og nú skulum við gefa, það heyrðist umgangur hér, þannig að væntanlega er hinn nýji fundarritari að mæta á stað. Drífa Gunnarsdóttir, gjörðu svo vel, verður velkomin. Og þá er ekkert að vanbúnaði að hefja þessa umræðu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég biðst afsökunar. Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Árið 2018 var stofnað nýtt framboð hálista sem meðal annars hafði það að stefnumáli að ráðningamál Vestmannaeyjabæjar yrðu faglegri og betri en áður hefði verið að þeirra mati, en nú er staðreyndin sú að fallið hefur í fyrsta sinni í sögunni, að því mér skilst, dómur hjá héraðsdómi ólögmæta ráðningu hjá Vestmannaeyjahöfn sem er ekkert annað en undirstofnun Vestmannaeyjabæjar. Slíkt er mikill áfellisdómur yfir stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Bæjarfulltrúum ber skylda til að taka máli alvarlega, sér í lagi nú þegar fallið hefur dómur ólögmæta ákvörðun. Í siðareglum kjörinna fulltrúa kemur fram, með leyfi forseta, að kjörnum fulltrúum beri að koma í veg fyrir að einstaklingum sé veitt starf eða stöðuhækkun hjá sveitarfélaginu á öðrum forsendum en hæfni til að rækja starfið og að kjörnum fulltrúum beri að framkvæma ekkert það sem til þessi fallið að vekja grunnsemdir annað en að lögmæt
og málefnulega sjónarmið ráði för við stjórn Vestmannaeyjabæjar. Nú fallinn dómur það gagnstæða og því einfaldlega ekki hægt að líta í hina áttina, láta eins og ekkert sé og vona bara að málið hverfi. Í dóminum sem nú liggur fyrir komu fram upplýsingar málsmeðferð og vinnslu málsins og margt ámælisvert sem dómurinn tekur til, en það tvennt sem ég vil sérstaklega taka fram, orðrétt upp á dóminum með leyfi forseta. Annars vegar, þegar vegið saman reynsla og þekking á sjávarútvegi og hins vegar menntun beggja umsækjenda, verður ekki betur séð en að þá sé menntun og reynsla stefnanda ekki réttilega metin gagnvart menntun og reynslu þess umsækjenda sem ráðinn var, og hins vegar að mati dómsins hefur Stendu ekki tekist sína fram á að leitast hafi verið við að ráða hæfasta umsækjandann. Stendu hefur ekki tekist að sína fram á að leitast hafi verið við að ráða hæfasta umsækjandann, segir héraðsdómur. Í því ljósi mér algjörlega hulið ráðgáta hvernig hægt að gera lítið úr þessu máli, í stað þess að vera auðmjúkur, sjá mistök sem gerð voru, taka þau á sig og jafnframt í framhaldi biðja hlutaðeigandi afsökunar. Það það sem væri rétt að gera. Og talandi huldar ráðgátur. Í grein bæjarfulltrúa meirihlutans frá árinu 2018 sem einmitt ber fyrirsögnina hulið ráðgáta, gerir hann ráðningamál bæjarins að blaðaefni og segir meðal annars með leyfi forseta: til þess að markmið ráðningamál í starfsmannastefnu Vestmannaeyjabæjar náist, þarf að tryggja unnið sé faglega. Samræma þarf vinnubrögð við ráðningu starfsmanna og hætta að vera með geðþótta ákvarðanir öll störf. Og aftur úr sömu grein með leyfi forseta: og hvers vegna ekki sömu menntunarkröfur í sömu störf frá ári til árs? Nú liggur fyrir að núverandi meirihluti hafði ekki einu sinni sömu hæfniskröfur á milli þess sem kom fram í minnisblaði framkvæmda hafnaráðs og síðan það sem var svo auglýst, og nú liggur fyrir þessi dómur ólögmæta ráðningu og langar mig því að spyrja bæjarfulltrúann hvort það sé skoðun hans að þessi ráðning hafi verið unnin faglega eða hafi einfaldlega verið geðþótta ákvörðun. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Góða kvöldið. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og áheyrendur. Já, við erum komin hér til að ræða mál sem virðist þó hafa verið meirihlutanum mjög að yrði helst ekkert rætt. Þessi liður var ekki á útsendri dagskrá ráðsins, eins furðulegt og það kann að hljóma, í ljósi nýlegs dóms í málinu sem og var eins og réttilega kom fram í máli Margrétar Rósar, bæjarfulltrúa, mikill áfellisdómur á störf framkvæmda á Hafnaráðs. En skrítið að það kann að hljóma, þá eru þau einu orð sem tæpa á málinu opinberlega og sem fallið hafa verið frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Það væri því gott ef bæjarstjóri geti komið hér upp og svara því af hverju meirihlutin hafi ekki sýnt frumkvæði í að ræða þetta mál opinberlega. Nýjum formanni ráðsins þó ákveðin vorkunn að fá þetta mál í fangið frá fyrra ráði, því einungis einn ráðsmaður sem ábyrgur fyrir þeim ákvörðunum sem leiddu til þessa dóms, ráðsmaður meirihlutans, situr enn í ráðinu. Það lítið annað hægt að kalla en þöggunar tilburði þá meðferð sem þetta mál hefur fengið innan stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins innan ráðsins fengu málið á dagskrá með herkjum í kjölfar niðurstöðu dómsins. Hvergi virðist eiga að ræða þetta að minnsta kosti opinberlega. Enga ábyrgð virðist eiga að taka á málinu, né skýra fyrir almenningi af hverju þessi áfellisdómur á stjórnsýslu Vestmannaeyja átti sér stað. Ég vil lýsa hér yfir þakklæti mínu til fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu fyrir að hafa lagt fram þessa bókun til að gera okkur kjörnum fulltrúum hér loksins kleift að ræða þetta mál fyrir opnum tjöldum. Forsaga málsins sú að í Hafnaráði á síðasta kjörtímabili var auglýst staða hafnarstjóra, staða sem fulltrúa Sjálfstæðisflokksins voru einmitt mótfallnir að bæta ætti við rekstur sveitarfélagsins. Á 260. fundi framkvæmdu Hafnaráðs var svo hafnarstjóri ráðinn. Aldrei í fundaboði þess fundar var gefið til kynna að á þeim fundi ætti að ráða hafnarstjóra. Heldur gerðu fulltrúar minnihlutans ráð fyrir að kynna ætti umsóknarferlið og vega og meta umsækjanda líkt og hlutverk hafnarstjórnar á að vera lögum samkvæmt. Þar sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins töldu sig ekki hafa nægar upplýsingar til að taka ákvörðun
til ákvörðunartöku á þessum fundi sátu þeir hjá við ráðningu. Gagnrýndu að ekki væri farið að lögum þar sem lögum samkvæmt bæri hafnarstjórn ábyrgðarráðningunni og bókuðu eftirfarandi með leyfi forseta. Athugasemd við vinnulag vegna ráðningar á hafnarstjóra. Samkvæmt 4. grein reglugerðar 1013 frá 2012 hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn það á sviði hafnarstjórnar að skipa hafnarstjóra. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í framkvæmd og hafnaráði gera athugasemd við hvernig staðið hefur verið að ráðningunni. Samkvæmt upplýsingum frá fulltrúar ráðningarskrifstofunnar Hagvangs voru viðtöl tekin við alla 5 umsækjendur starf hafnarstjóra. Síðar voru tekin framhaldsviðtöl við 2 sem nú liggur fyrir að hafnarstjórn á að velja á milli. Umsóknarfrestur rann út fyrir mánuð síðan og á þeim tíma sem máli hefur í vinnslu hjá ráðningarskrifstofu og bæjarskrifstofu hefur aldrei verið leitað til hafnarstjórnar eða þeim kynnt þau gögn sem umsækjendur lögðu fram. Hafnarstjórn því bundin við þær upplýsingar sem ráðningarskrifstofan leggur hér fram sem að hluta til eru byggðar á huglægu mati. Ekki með þess að vera að setja út á vinnu ráðningarskrifstofunar eða umrætt starfsmanns heldur gerð athugasemd við vinnu fyrirkomulagið. Venjubundið þegar ráðið í störf á vegum Vestmannaeyjabæjar að bæjarskrifstofar hlutaðeigandi svið bæjarins sjá það ráðningu, bæði viðtöl og tilfallandi vinnu ráðningarskrifstofu. Í þessu tilviki það lögbundið að hafnarstjórn ber ábyrgð á ráðningu í stöðu hafnarstjóra og því hefði verið eðlilegt að ráðið hefði komið að ráðningunni frá upphafi. Með því að takmarka þau gögn sem lögð eru fram framkvæmd og hafnaráð að treysta embættismönnum fyrir ákvörðun sem í raun á ábyrgð ráðsins. Slíkt ekki til þess fallið að taka upplýsta ákvörðun í málinu. Eins gera fulltrúar minnihlutans athugasemd við hvernig mat fór fram. Eðlilegt verður að teljast að framkvæmd og hafnaráð hefði haft yfir umsjón ásamt fulltrúa Hagvangs að leggja mat á helstu atriði sem bæri að horfa til við mat á umsækjendum. Þá gerð athugasemd við að drög að auglýsingu var breytt í meðferð bæjaryfirvalda frá minnisblaði sem samþykkt var í framkvæmd og hafnaráð og bæjarstjórn. Fulltrúar minnihlutans telja að hafnaráð þurfa að kynna sér gögn málsins betur áður en ákvörðun tekin þar sem mat Hagvangs var að koma fyrir augu ráðsmanna í fyrsta skipti á þessum fundi. Þarna eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fyrst að fá einhverjar upplýsingar í raun ráðningaferlið. Þarna strax eru fulltrúar minnihlutans, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að leggja fram sterk varnaðarorð vegna ráðningarnar sem hefði eftir á að hyggja kannski verið hugsanlega skynsamlegt að hlusta og fara eftir. Fulltrúar EOH lista bóka á móti að við lítum svo að það sem engin gagnrýni hefur áður komið fram á ráðningaferlið þá teljum við okkur hafi tekist vel til með ferlið og því skýtur það skökku við að nú komið fram gagnrýni á ráðningaferlið. Fulltrúar minnihlutans ítrekuðu fyrir bókun og benda á að ekki væri hægt að gagnrýna hluta af ferli áður en það kæmi fyrir augu ráðsins. Skipting á mikilvægi hvers hlutar var að koma fram í fyrsta skipti á þessum fundi og var það byggt á mati aðila sem kom ekki að ákvörðunartöku við starfið. Það var svo í bæjarstjórn í kjölfarið þegar þessi fundagerð var tekin fyrir, þegar að meiri hlutin byrjaði á ýmsum varnarbókunum og kom til dæmis inn á að engin ósk hefði komið frá fulltrúum minnihlutans í ráðinu lengri tíma, betri yfirferð og fleira. Og þarna eru í rauninni, og svo kemur í lok bókurinnar athugasemdir komið fram eftir að ljóst hver yrði ráðinn hafnarstjóri. Þarna eru fulltrúar meirihlutans að gera því skóna að ástæður gagnrýni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins eigi sér persónlegar ástæður. Slíkt mjög ómaklegt, enda eru fulltrúarnir ekki að gera neitt annað en að benda ráðsmönnum á lagalegt hlutverk ráðsins. Og höfðu þeir ekki hugmynd að þessum fundi ætti að ráða hafnarstjóra enda var það ekki tiltekið í fundaboði. Meirihlutin hélt svo áfram og sagði: á þessu kjörtímabili hefur meðal annars verið ráðið í stöðu skólastjóra, tónlistarskólans, fjármálastjóra, mannauðsstjóra. Faglegt ferli hefur verið við allar þessar ráðningar sem byggir á verklagsreglum ráðningaferli Vestmannaeyjabæjar. Sama faglega ferli og viðhaft var við ráðningu á hafnarstjóra. Þessi þættir inn í bókun meirihlutans eru lykilatriði, af því þarna í rauninni meirihlutin að viðurkenna, samt ekki, en vankunnáttu sína, því það á einmitt ekki að vera sami ferill. Þau halda svo fram og segja að það skýtur því skökku við að fulltrúar minnihlutans í ráðinu og bæjarstjórn gagnrýni vinnu starfsfólk og ráðningaskrifstofu með þessum hætti þegar engin athugasemd kom við ráðningum sem nefndar ofan. Þarna aftur meirihlutinn að halda fram ómaklegum árásum af fulltrúa þar sem gera enn og aftur skóna þetta snúist persónur og leikendur en ekki lög og reglur. Og þessa bókun held ég bara bæjarstjóri þurfir hreinlega að skýra frekar.
Þarna tiltekin ráðning á Jarli Sigurgeirssyni tónlistarskólastjóra, Sigurjóni Erni Lárussyni fjármálastjóra og Eydísi Ósk Sigurðardóttur mannauðsstjóra. Nú væri ég mikið til í að bæjarstjóri kæmi hér upp í pontu og skýrði af hverju útlistun á þessum aðilum var þörf í þessari bókun. Hvað er þessi starfsmenn sameiginlegt og af hverju eru þeir nýttir í rökstuðning ráðningar af hafnarstjóra sem er staða sem er lögum samkvæmt bundin að ráðningu framkvæmda á hafnaráðs ólíkt öllum hinum 3 ráðningunum. Ýmsar bókanir fóru fram og tilbaka í þessu máli. Ítrekkaðar, ég held ég hafi talið 6 bókanir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hvort sem það var í ráðinu eða í bæjarstjórn. Það sem er verið að benda á þessa staðreynd. Hafnaráð fól á engum tímapunkti neinni ráðningaskrifstofu að leiða þetta ferli. Og eins og ég sagði að það að í bæjarstjórn að þá með leyfi forseta var bókafrekar að samkvæmt reglugerðum Vestmannaeyjahöfn á hafnarstjórn að skipa hafnarstjóra og þrátt fyrir það hefur hafnarstjórn Vestmannaeyjahafnar ekki farið með það verkefni. Áfram flugu bókanir á milli og vörðu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins af sér þær árásir meirihlutans að við værum að ráðast að starfsmönnum sveitarfélagsins með gagnrýni á þessa verkfella sem ekki var farið eftir. Slíkri gagnrýni hafnaði meirihlutinn ítrekað og sýtugðu að allt væri faglega gert og eftir réttum verkfellum. En fulltrúar Sjálfstæðisflokksins héldu áfram að hafnarstjórn ákveður ekki að auglýsa starfið líkt og hafnalög kveða á um. Það er óumflýjanlegt og nú hefur dómur það fallið að lög kveða á að hafnarstjórn ráði hafnarstjóra. Hafnarstjórn fól á engum tímapunkti starfsmannsvið að leiða ráðningaferlið. Og ef ég fæ að grípa með leyfi forseta aftur niður í loka bókun fulltrúa EOH-lista í þessu máli þegar þeir eru enn og aftur að gagnrýna þessar aðvaranir og í rauninni ábendingar Sjálfstæðisflokksins, þá kemur hér meirihluti EOH-lista harmar það að fulltrúi D-listans dragi heilindi og faglega vinnu starfsfólks Vestmannaeyjabæjar í efa á pólitískum vettvangi. Það sem umrætt starfsfólk hefur ekki tækifæri að bera hendur fyrir höfuð sér. Það er kjörnum fulltrúum ekki til sóma að draga í efa að þeir framkvæmdastjórar sem ræðir hafa ekki farið að lögum og reglum við ráðningu hafnarstjóra. Í bókunni voru fyrri athugasemdir meirihluta ítrekkaðar og talað hve ítarlegt og faglegt ráðningaferli væri og svo framvegis. Í bókunni áfram haldið að það var ekki fyrir niðurstaða hópsins að matinu lá fyrir og var kynnt framkvæmd á hafnaráði að fulltrúar D-lista fóru efast lögmæti ráðningarnar. Augljóst er að fulltrúar D-listar að leita leiða til að draga mat og vinnu valnefndar og ráðsins í efa. Leiða má að því líkur að sá umsækjandi sem þótti hæfastur til starfsins var þeim ekki þóknanlegur. Og endar bókunin á því að segja að þetta er enn ein atlaga sjálfstæðismanna starfsfólki Vestmannaeyjabæjar. Með þessum bókunum meirihlutans er enn og aftur rekinn sá málflutningur að öll gagnrýni Sjálfstæðisflokksins sé gagnrýni á einstaka starfsmenn. Slíkur málflutningur er vægast sagt ömurlegur. Hér erum við að takast á pólitískum vettvangi. Þann vettvang hafa starfsmenn ekki kosið sér, heldur starfa þeir í umboði meirihlutans. Það að meirihlutinn velji sér í sífellu þann gunguhátt að kasta starfsmönnum sveitafélagsins fram fyrir skjöldu í stað þess að axla sjálfur ábyrgð er aumkunarvert og lýsir best flutningsmönnum slíks áróðus. Það eru starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar sem framfylgja vilja og stefnu valdhafa. Eina leiðin til að gagnrýna aldrei ákvarðanir sem starfsmenn framfylgja eða koma að væri auðvitað að gagnrýna ekki neitt. Það eru kannski þeir stjórnarhættir sem að þessi meirihluti vil sjá. Líkt og ítrekka hefur komið fram er gagnrýni okkar beint að meirihlutanum, kjörnum fulltrúum og nú spyr ég, með hvaða hætti ætlar þessi meirihluti að axla ábyrgð á þessari niðurstöðu? Ætlar hann áfram að flýja? Ætlar hann að skýla sér á bak við einstaka starfsmenn sem sinna vinnu sinni eftir óskum valdhafa? Ætlar hann að þagga málið niður í kjölinn? Láta fundagerðina kannski birtast seint á morgun og vona allir verði búin að gleyma þessu á mánudag? Hvernig ætlar þessi meirihluti að axla ábyrgð á miskjörðum sínum? Á þessari upptalningu bókana sjást bersýnilega þær gagnrýnisraddir sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa haft þetta ferli frá upphafi án þess að á þær væri hlustað.
Þessi meirihluti skuldar ekki bara umræddum stefnanda afsökunarbeiðni. Hann skuldar íbúum svör og hann skuldar ekki síður fulltrúum minnihlutans afsökunarbeiðni fyrir það meðferð sem þeir fengu við að sinna sínu lögbundna hlutverki að veita aðhald og gagnrýna þegar ekki verið að fara eftir lögum. Sá hroki, óbilgirni og yfirlætisemi sem birtist í bókunum meirihlutans og framkoma hans á þeim fundum þar sem máli var rætt er óásættanleg. Ef ég fæ að grípa úr með leyfi forseta fjöllun dóminn, að þá kemur þar fram að hann telur talsverða brotalöm á þessu ráðningaferli. Bendir dómurinn á að ráðningavaldið sé hjá hafnarstjórn Vestmannaeyjahafnar. Telur dómurinn að málsmeðferð Vestmannaeyjahafnar, nánar tiltekið hafnarstjórn, hafi verið ámælisverð og ekki lögum samkvæmt. 2 mínútur eftir að ræðum. Komist að þeirri niðurstöðu að hafnarstjórn hafi ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni né veitt stefnanda andmælarétt vegna greinagerðar Hagvangs sem hafði umsjón með ráðningaferlinu. Ekki var sýnt fram á að leitast hafi verið við að ráða hæfasta umsækjandann og hafi málsmeðferð sú sem hafnarstjórn viðhafði dregið mjög úr raunhæfi möguleika stefnanda á að verða ráðinn í starfið. Þetta mál er óneitanlega áfellisdómur og svo þöggun sem meirihlutinn hefur viðhaft í þessu mál er óþolandi. Það er virðingarleysi gagnvart stefnanda, gagnvart þeim kjörnu fulltrúum sem reyndu hvað eftir annað að benda á þær brotalamir í þessu ferli áður en til dómsmáls kom og vanvirðing gagnvart íbúum sem munu þurfa að greiða málskostnað og miskabætur. Mistök gerast, en það er ekki hægt að læra af þeim fyrir maður viðurkennir þau og sýnir vilja til að gera betur. Mikið væri gott ef þessi meirihluti gæti farið fram með þeim hætti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel, Njáll Ragnarsson. Forseti, ég vil nú hefja mál mitt á því að segja að ég satt best að segja veit ekki hvar ég hef tekið þessum dómi af einhverju léttúð. Ég veit heldur ekki með hvaða hætti ég veit heldur ekki með hvaða hætti að Vestmannaeyjabær eða bæjar yfirvöld hafi einhvern veginn verið að reyna að hilma yfir þetta. Ég veit ekki hvenær í ósköpunum það hafa gerst. Máli, og það kom nú fram í ræðum þeirra beggja hér áðan sem að hafa talað undan mér, að þá var til þess að reyna að benda með einhverjum hætti á þetta, ef ég náði því rétt, að þá var talað um það að þetta hafi einhvern veginn laumast inn á dagskrá eða einhvern veginn svonleysi framkvæmda hafnaráði. Ef mér skjáttlast ekki, þá var fundur í framkvæmda hafnaráði þar sem að þetta var ekki á dagskrá, enda var fundur daginn eftir með lögmanni bæjarins til þess að útskýra dómin og fara yfir hann efnislega. En á þessum framkvæmda hafnaráðsfundi daginn fyrir þennan fund, að þá var þetta mál ekki á dagskrá, en ég veit ekki betur en það hafi náttúrulega staðið til að setja þetta mál á dagskrá þegar allt ráðið upplýst dómin. Þannig að ég í rauninni átta mikið alveg á því hvað er verið að meina hér. Og svo verð ég að hnýta í eitt sem að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir sagði hérna, að starfsmenn bæjarins starfi í umboði meirihlutans. Ekki veit ég hvernig í ósköpunum hægt að fá það út. En ég svo sem ætla ekki að fá neitt hér að bera að mér sakir, en það er ég nú löngur hættur því eftir einhverja sleggjudóma sem á mér dynja og okkur hinum með við borðið. Eins og þetta horfir mér, að þá tökum við þessa umræðu hér upp í bæjarstjórn vegna þess að það er nokkuð ljóst að einhverjir ferlar hjá höfninni hafi brugðist í þessu máli, og það er alveg rétt og það er ekkert að taka því að léttúð. Ég veit ekki hvernig ósköpunum ég á að hafa gert það. Verkferlar sem að voru búnir til árið 2018, ef mér skjáttlast ekki 2020, þá voru útbúnir sérstakir verkferlar það hvernig ber að standa að ráðningum hjá sveitarfélaginu, og þá sérstaklega í stöður þar sem að undirheyra eða sem að hafa manna forráð. Og það sem hafa gert þar var að taka pólitíkina út úr þeim ráðningum. Það er að segja, það var farið í það að leitast eftir aðstoð og ráðleggingum frá
frá ráðgjafafyrirtækjum, ráðningarskrifstofum og svo framvegis til þess að koma í veg fyrir það að pólitíkin væri með puttana í ráðningum. Og síðan þegar að framkvæmda á Hafnaráð ætla sér að notast við þessa ferla og notast við þessa ferla í þessu ferli sem að hér hefur verið lýst, að þá kemur það í ljós að þá eru hafnalögin svolítið frábrugðin sveitarstjórnarlögum hvað það varðar, að hafnarstjórn, pólitísk eða ekki, á að ráða hafnarstjóra. Og hjá Vestmannaeyjabæ er það þannig að hafnaráð, framkvæmda á hafnaráð, er pólitískt ráð og hafnarstjórn þar með pólitísk, þannig að pólitíkin á að vasast í þessari ráðningu, hvort sem okkur líka það betur að er. Dómurinn, eins og ég skil hann og þeir lærðu einstaklingar sem að ég hef ráðfært mig við núna í kjölfarið, út af því að ég tek þessu ekki af létt úr, eins og hér á fullyrt, að þeir eru á því að stærsti veigamesti þátturinn í dómnum er að framkvæmda Hafnaráð hafi ekki uppfyllt rannsóknarskyldu sína í málinu. Falið með án þess að geta fært sönnur á það öðrum starfsmönnum innan sveitarfélagsins til þess að útbúa auglýsingu, falið ráðgjafafyrirtæki að útbúa og sem sagt gera framkvæma viðtöl við þá sem að sóttu og bera það síðan undir framkvæmda Hafnaráð. Þannig að ferlarnir sem að bærinn setti sér 2020, þeir voru heimfærir yfir á höfnina en það má ekki. Og það er og að sjálfsögðu er þetta eitthvað sem við þurfum að laga hjá höfninni, vegna þess að þessir ferlar að mínu viti hafa virkað mjög vel hjá Vestmannaeyjabæ. Okkur hefur tekist að ráða mjög hæfa starfsmenn sem á sumir þeirra voru nú taldir hérna upp áðan, en ég ætla ekki að tíunda það neitt. Okkur hefur tekist að ráða mjög hæft starfsfólk í stöður hjá bænum vegna þess að við erum að reyna að vera fagleg í því, en það er þessi fagleg heit sem að koma okkur í koll þarna og það er náttúrulega svolítið sérkennilegt. Eins og ég segi áðan, ég hef ráðfært mig við bæði lögfræðing bæjarins og aðra löglaða einstaklinga og lesið þennan dóm náttúrulega sjálfur, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Það sem ég lít á þetta, svona til þess að súmera þetta upp, Vestmannaeyjabær er sýknaður og sýkn í málinu en höfnin er dæmd og það er það sem við þurfum þá að skoða í framhaldinu og bregðast við. Það er ekkert sem að kemur fram og ekkert sem að bendi til þess að slæm samskipti eða einelti eða nokkuð slíkt hafi komið fram á hálfu hvorki bæjarstjóran í annarra starfsmanna hjá sveitarfélaginu. Það er ekkert sem bendir til þess að hæfasti einstaklingur hafi ekki verið ráðinn í stöðuna og að við þurfum að laga og einsetja okkur það að framkvæmda Hafnaráð lagi sína ferla þegar að snýra þessum ráðningum. Og það þurfum við að gera og þess vegna lærum við af þessum dómi og við förum í það verkefni að bæta þetta hjá höfninni eins og við höfum gert og blessunlega tekist að gera að taka pólitíkina út úr ráðningum hjá Vestmannaeyjabæ. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, þetta er búið að vera mikið mál í langan tíma, málefni hafnarinnar og skipulagsbreytingarnar þar með því að bæta við starfi hafnarstjóra sem að hafði ekki verið til fjölda ára eftir skipulagsbreytingar hér fyrir ykkur 15 árum eitthvað svona cirka bát. En það sem að kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar og Margrétar Rósar þá var ýmislegt gert til að reyna að benda á að það væri nú ekki verið að fara eftir lögunum við ráðningu á hafnarstjóra, en það var mikil og skrítin svona þvermóðska í því
og haldið áfram þrátt fyrir það verið að benda fólki á að það væri verið að brjóta lög. Og Njáll Ragnarsson bæjarfulltrúi kom bara inn á það rétt áðan að þau hafi ákveðið það í rauninni að móta sér sína stefnu eða aðferði við ráðningar hjá bænum og sem að þau töldu faglegri og utan pólitíkur en leið að brjóta lög og ég gat nú ekki heyrt á öðru en að þau væri átt að sjá því að þetta væri mistök og í rauninni væri þetta ekki til umræðu hérna nema bara af því að starfsmaðurinn sem umræðir, sem sótt þetta starf, hann fór í málaferli og vinnur sitt mál og staðfestist fyrir dómi að það hefur verið brotið á honum og ég tel að við bæjarfulltrúar hér, ég megum ekkert að vera einhvern veginn að reyna að draga það upp sem svona hápunkt í þessum dómi að Vestmannaeyjabær hafi verið sýknaður. Það Vestmannaeyjabær og Hafnarstjórn, málið sótt á Vestmannaeyjabæ og Hafnarstjórn til vara. Bara svona eðli málsins samkvæmt ef svo það verði nú ekki stoppað málið á öðru hverju, þannig að það var bara eðlilegt. En við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum með bókun. Undirritaðir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn óska bókað. Fyrir liggur að brotin voru lög við ráðningu hafnarstjóra, málsmeðferð Vestmannaeyjahafnar var ámælisverð og ekki lögum samkvæmt að mati dómsins. Dómurinn áfellisdómur yfir stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gerðu á sínum tíma alvarlegar athugasemdir við ráðningaferlið. Undirrituð gera nú sérstakar athugasemdir við eftirfarandi. 1. Efni auglýsingarinnar var ekki ákveðið af framkvæmdar og hafnaráði heldur virðist að það hafi verið ákveðið af sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs, staðgengli bæjarstjóra og hæfniskröfur í auglýsingunni ekki þess sömu og ráðið hafði áður samþykkt. Auglýsingin var aldrei borin undir ráðið sem hafði verið rétt að gera þar sem ráðið sá aðili sem ræður hafnarstjóra. 2. Enginn í ráðinu leitaði til hagvangs. Þvert á móti var það sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sviðs, staðgengill bæjarstjóra. Ekki hefur komið fram hver fól honum það eða hvort slíkt var að hans frumkvæði. Ráðið hafði enga vitneskju eða vægi matsþáttana á borð við háskólamenntun 25% og reynsla 5% sem í ósamræmi við hlutverk og skyldur ráðsins. Ekki hefur fengist upplýst hver ákvað mismunandi vægi matsþátta sem dregur úr trúverðuleika og sanngirni ráðningarinnar. Málsmeðferðin dró samkvæmt dómnum mjög úr raunhæfum möguleikum stefnanda á að verða ráðinn í starfið. 4. Framkvæmd á hafnarstjórn brást hlutverki sínu þegar það lét Vestmannaeyjabæ yfirtaka ferlið án athugasemda. Ekki liggur fyrir hver valdi þennan málsferil. Þó framganga Vestmannaeyjabæjar beri með sér misbeitingu vals þá breyti það því samt ekki að hafnarstjórn var alltaf sjálft ábyrgð samanber rannsóknarskyldu 10. greinar stjórnsýslulaga. 5. Ekki hefur verið sýnt fram á að hæfasti einstaklingun hafi verið valinn. Vandfundin eru rök fyrir því hvernig háskólamenntun þess umsækjanda sem fékk starfið nýtist sérstaklega í því og hefur Vestmannaeyjahöfn ekki fært fram rök fyrir því eins og fram kemur í dómnum. Fyrir liggur að sá aðili sem fékk starfið hefur háskólamenntun á sviði grunnskólakennarafræða og hefur Vestmannaeyjahöfn eða bær hvorki gert líklegt né sýnt fram á að sú menntun nýtist sérstaklega í starfi hafnarstjóra. 6. Réttur til andmæla var brotinn. Vestmannaeyjabær eða höfn reyndi að færa rök fyrir því að engin þörf hafi verið á því að bera niðurstöðu undir umsækjanda áður en ráðið var í starfið. Dómari fellst ekki á þetta. Að mati dómsins átti að bera þetta undir hann áður en ráðið var í starfið. Brot á 13. grein stjórnsýslu laga, undir það taka undirrituð. 7. Hvergi kemur fram að leitað hafi verið sátta í málinu, undirrituð telja það eina af frumskyldum stjórnvalds eins og Vestmannaeyjabæ höfn að leita sátta í málum sem þessum. Að framansögðu gera fulltrúar Sjálfstæðisflokksins kröfu að lögð verði fram skrifleg svör við eftirfarandi spurningum.
1. Hver valdi að láta Vestmannaeyjabæ stjórna ferlinu við ráðningu á hafnarstjóra í stað hafnarstjórnar líkt og lög kveða á og hvers vegna? 2. Hver fól sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs staðgengli bæjarstjóra að auglýsa starf hafnarstjóra? 3. Hafði sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sviðs einhliða ákvörðunarvald efni auglýsingarinnar og þar með hæfniskröfur? Ef ekki, hver vann það með honum? 4. Hver ber ábyrgðina á vægi matsþátta sem lágu til grundvallar ráðningunni og undir hverja voru þeir bornir? 5. Óskaði eftir því, nú má við þurr, langur lestur, óskaði eftir því, þetta er að klárast, að lagður verði fram listi yfir alla þá starfsmenn Vestmannaeyjabæjar og Vestmannaeyjahafnar sem á kjörna fulltrúa sem sátu fundi með hagvangi í tengslum við ráðninguna, annars vegar og með lögmönnum vegna undirbúnings dómsmálsins hins vegar. 6. Hvers vegna var andmælaréttur ekki virtur eins og lög kveða á 7. Hver var kostnaður við aðkomu hagvangs og hvort var sá kostnaður greiddur af Vestmannaeyjahöfn eða Vestmannaeyjabæ sem var hinn raunverulegi verkkaupi? 8. Hver var kostnaður vegna dómsmálsins og hvort var sá kostnaður greiddur af Vestmannaeyjahöfn eða Vestmannaeyjabæ sem var hinn raunverulegi verkkaupi? 9. Er fyrirhugað að biðja þann umsækjanda sem brotið var á afsökunar? 10. Með hvaða hætti ætlar meiri hluti bæjarstjórnar að taka ábyrgð og læra af dómnum? Og undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs málið? Ef ekki, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, önnur ræða. Forseti, bæjarfulltrúi og gestir, já, ég ætla bara að fá aðeins að koma hérna inn í og líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson kom inn á að það var jákvætt að sjá þarna örla fyrir auðmýkt og fyrsta skipti sem maður sér það í orðum formanns bæjarráðs Njáls Ragnarssonar og bara mjög jákvætt að sjá taka fyrsta skrefið í því. Mér fannst þó mjög furðulegt að heyra að þetta, eins og þetta væri að koma í ljós núna, að það ætti ekki að fara þessa leið. Mér finnst þetta mjög svona ódýr útskýring þegar það var, eins og ég tók hér áðan fram, í 6 mismunandi bókunum hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins reynt ítrekað að benda á það að þetta væri ekki réttu ferill, meira segja á þessum fyrsta og eina fundi þegar þetta ráðningaferli var rætt að þá sátu fulltrúar ráðsins, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í ráðinu hjá og ítrekuðu það að þeir hefðu hreinlega ekki nægar upplýsingar til þess að taka þá ákvörðunum sem þeim bar. Þannig að mér finnst að þó svo kom þarna allavega einhver svona tilraun til þess að sýna auðmýkt að þá fannst mér hún samt mjög grunnt á henni af því að það er sannarlega búið að reyna að segja þessu meirihluta að þetta var ekki rétt en þau varnaðarorð voru mjög meðvitað hundsuð af fulltrúum meirihlutans, mjög meðvitað. Þannig að já, og við gerum að sjálfsögðu kröfu á það að þessi skriflegu svör sem við óskum eftir verði opinber. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að bregðast við og svara bæjarfulltrúa Margrét Rós Ingólfsdóttur þar sem hún vitnaði í grein sem ég skrifaði ráðningaferli Vestmannaeyjabæjar. Ég er bara afskaplega stolt af þeim ráðningaferli sem Vestmannaeyjabæjar er búið að fara í. Þeir eru mjög faglegir. Enda er ekki hér verið að setja út á verkferla sveitarfélagsins í ráðningamálum. Heldur er það að ráðið skildi ekki hafa bókað að fela mannauðssviði þessa vinnu og ásamt náttúrulega öðru í náttúrulega þessu ferli. Það hefði bara
sem er náttúrulega bara miður, en það hefði verið náttúrulega heppilegra og hefði náttúrulega átt að bóka meira en minna og þar tel ég að gagnrýnin liggi og að sjálfsögðu var ekki verið geðþótta ákvörðun að ræða enda unnið af fagfólki. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs út af þessu máli? Ef ekki, ætla ég að gera það sjálfur með leyfi varaforseta. Ég hef fylgst með þessu máli úr nokkurri fjarlægð árum saman, sem nú er beðið lengdan ræðutíma fyrir, og þegar upp er staðið eftir allar ásakanirnar einelti, ofbeldi, ofsóknir og ég veit ekki hvað og hvað, þá stendur ekkert eftir, ekkert nema það að athafnir framkvæmda og hafnaráðs voru ekki rétt færðar fundargerð. Er eitthvað sem bendir til þess, má lesa það út úr dómnum, að minna hæfur einstaklingur hafi verið ráðinn en meira hæfum hafnað? Svarið er nei. Bæjarfulltrúi Margrét Rós Ingólfsdóttir vitnaði í dóminn hér áðan, sem ég held í muni nokkurn veginn orðrétt, ég er búinn að lesa hann alloft, að ekki hafi tekist að sýna fram á að leitast hafi verið við að ráða hæfasta einstaklingin. Lykilatriði hér er ekki hafi tekist að sýna fram á. Og út af hverju var það? Það er vegna þess að það voru vanhöld í fundargerð framkvæmda og hafnaráðs. Og ég kannast við dóma þessum tagi því að nákvæmlega sama dóm hlaut ég sem verandi í Þingvallanemnd þegar ekki hafi tekist að sýna fram á að Ólínu Þorvarðardóttur hafi verið hafnað í stöðu þjóðgarðsvarðar á Þingvöll. Það var ekkit verið að segja að hún hafi verið hæfust. En út af vanhöldum í fundargerð þá hafði ekki tekist að sýna fram á það. Og það er mikill munur á því hvort að ráðningin í stöðu hafnarstjóra hafi verið ólögmæt eða hvort að fundargerðir og framgangsmáti í málinu hafi verið ólögmætar. Ef það hefði verið þannig að dómurinn teldi á stefnandanum brotið með þeim hætti að hann hefði ekki hlotið starf sem hann átti annars rétt á að fá, já þá hefðu viðurlögin verið önnur og talsvert meiri heldur en 2 vikna laun hafnarstjóra. Var stefnandinn fyrir einelti, ofsóknum af hálfu bæjarstjórans í Vestmannaeyjum? Nei og aftur nei. Dómstóllinn komst að nákvæmlega sömu niðurstöðu varðandi þetta atriði og yfirgripsmikil úttekt utanaðkomandi sérfræðinga hafði áður gert. Það var ekki flugufótur fyrir þessum ásökunum. Það var mat héraðsdóms og það var mat tilkvadra utanaðkomandi sérfræðinga. Þetta atriði málsins hefur ekki síst haldið því gangandi öll þessi ár með tilstilli að minnsta kosti sumra bæjarfulltrúa Sjálfstæðismanna. Var faramin slík meingerð gagnvart stefnandanum, æru hans og orðspori, eins og hann hélt fram að það kallaði á milljónakróna miskabætur eins og krafist var? Nei. Það er sérstaklega tekið fram í dómnum að engin meingerð var framin gegn stefnanda önnur en þau óþægindi sem hann kann að hafa haft að því að fundargerðir voru illa færðar. Fyrir þau óþægindi rétti dómarinn stefnanda hálfsmánaðar laun. Ef önnur meingerð hefði verið framin á honum eða hann ekki fengið það starf sem hann ætti rétt til, þá hefðu bæturnar og viðurlögin verið talsvert meiri en þessi. Þetta lætur duga í þessari lotu hafa, nú fer ég aftur með hatt forseta bæjarstjórnar, Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar. Já, mér finnst, ég vil aðeins bregðast svo sem við orðum Páls Magnússonar, forseta bæjarstjórnar, að hér erum við að ræða dóm þar sem ferli við ráðningu á starfi hafnarstjóra var brotið.
eða var ekki farið rétt með. Við verum ekki búin að vera hér að ræða einelti eða allt það sem hefur verið í gangi ykkur staðar í umræðunni. Við höfum ekki nefnt það hér, held ég, á orð hérna í pontu í kvöld. Við höfum núna frá því að þetta mál fór í gang, þá hefur þetta snúist aðeins meira en rangar bókanir í fundargerðum hjá hafnarstjórn, eins og kom fram hérna fyrr í yfirferð Hildar Sólveigar Sigurðardóttir bæjarfulltrúa. Þá var þetta mál bara ekkert á dagskrá fyrir en, og var varla á dagskrá, þetta var bara tekið fyrir á fundi þegar ráðningin fer fram. Auðvitað er hægt að segja að það vantaði ýmislegt í bókanir í Hafnarráði. Það vantaði bara mikið í verkferla hjá Hafnar og bæjarstjórn, eða Hafnar og framkvæmdaráði, og þeir sinntu ekki rannsóknarskyldu sinni eins og hefur komið fram. Við getum alveg talað vanþekkingu eða reynsluleysi eða hvað það má heita, en dómurinn er skýr. Verkferlin eða ráðningaferlið sem leiddi til þess að einn var ráðinn frekar en annað var ekki rétt og þar voru brotin lög. Við erum ekki hér til að verja hvort að einn hafi verið ráðinn eða einhver annar. Ég get bara staðfest það að ég hef ekkert nema gott þann sem ráðinn var að segja og starfa töluvert með hafnarstjóranum sem útgerðarstjóri Ísfjarðarlagsins, og það er ekkert nema gott það að segja, og það er sama þann sem sótti málið. Ég hafði unnið með honum og hafði ekkert nema gott hann að segja í störfum sínum fyrir höfnina. En aðalega við megum ekki láta eins og þetta snúist bara einhverjar örfáar bókanir sem hefur gleymst að setja í Hafnarráði. Það var bara brot verkferlar voru ekki samkvæmt lögum. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, vilja fleiri kveða sér hljóðs málið? Ef ekki, þá ætla ég að leggja fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Varaforseta, vildi ég sagt það. Bæjarstjórn Vestmannaeyja styður þá niðurstöðu bæjarráðs í þessu máli að una dómnum að sínu leyti, enda Vestmannaeyjabær sýknaður af öllum ásökunum stefnanda. Framkvæmda á Hafnarráð hefur sömuleiðis ákveðið að áfrýja ekki dómnum til Landsréttar. Engan áfellisdóm er að finna efni málsins eða niðurstöðu, en ljóst að ákveðin mistök voru gerð í ferlinu, hvað varðar form og færslu fundargerða, og undan því er ekki vikist. Má draga af því lærdóm til framtíðar. Dómurinn snýr þannig að formgöllum en ekki efni málsins, og megin ásakanir stefnanda fá enga stoð í niðurstöðu dómsins. Þar segir meðal annars með leyfi varaforseta: Stefnandi byggir á að málsmeðferðin hafi ekki verið í samræmi við lög og að ákvörðuninni sem hann telur hafa verið ólögmæta hafi falist ólögmæt meingerð gegn æru hans og persónu í skilningi B-liðar 1. málsgreinar 27. greinar skaðabótalaga nr. 50/1993. Með ákvörðuninni hafi verið vegið að starfsheiðri hans, orðspori, hæfni og reynslu. Hann vísar jafnframt til þess að hann hafi þurft að þola mikinn yfirgang í störfum sínum fyrir stefnda Vestmannaeyjahöfn, en þetta rekur hann meira og minna allt til bæjarstjórans Írisar Róbertsdóttur, og ég tek fram að ég að vitna hér orðrétt í niðurstöðu dómara. Að mati dómsins hefur stefnanda ekki lánast nein sönnun þess að hann hafi almennt þurft að þola yfirgang og ósanngjarna framkomu af hálfu bæjarstjórans eða starfsmanna bæjarins. Þau sjónarmið sem stefnandi teflir fram fyrir miskabótakröfu upp á 3 milljónir, segir dómarinn, á þetta hefur hins vegar ekki verið fallist og ekki að ræða neina meingerð gagnvart stefnanda nema þá sem felst í málsmeðferð varastefnda Vestmannaeyjahafnar. Að þessu virtu þykja miskabætur til hans hæfilega ákveðnar krónur 600.000. Þetta er dómsorðið.
Engar efasemdir komu fram í dómnum það að umsækjandinn hafi verið að því, já, dómnum engar efasemdir eru það að hæfasti umsækjandinn hafi verið ráðinn í starf hafnarstjóra. Já, þetta er rétt svo. Fundarhlé, gjörðu svo vel. Hvað lengi? 10 mínútur. Já, 10 mínútur.
Þá er fundi framhaldið í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Við tökum til við umræðuna þar sem við slepptum henni áðan. Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Fulltrúar með leyfi forseta. Forseti, bæjarfulltrúar, áhorfendur, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kom með eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Það er sorglegt en ekki nýtt að meirihlutinn reyna að afvegaleiða umræðuna enn og aftur og forðast að axla ábyrgð, taka á sig sökina, auðmýkt og sína vilja til að læra af mistökum sínum. Ítrekað vöruðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins við þeim ólöglega farvegi sem málið var í en þær aðvaranir voru hundsaðar. Þrátt fyrir upptalningu í dómnum á misgjörðum stjórnsýslunar neitar meirihlutinn staðfastlega að ganga við sök sinn í málinu. Slíkt er ófyrirleitið af stjórnmálaafli sem ætlaði einna helst að breyta og bæta ráðningaferla hjá Vestmannaeyjabæ en enda á að fá sig alvarlegan áfellisdóm vegna stjórnsýslu sveitarfélagsins. Bókun lýkur. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Orðið er laust og það biður Njáll Ragnarsson. Forseti, ég ætla að loka þessari umræðu vonandi eða öllu líkindum með eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Hvergi í dómnum er þess getið að hann sé áfellisdómur yfir stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Þvert á móti er Vestmannaeyjabæjar sýknaður í málinu. Það er því mjög sérstakt að Sjálfstæðismenn haldi því fram í bókun sinni. Í bæjarráði 9. september 2020 voru samþykktir ráðningaferlar fyrir sveitarfélagið og staðfestir síðar í bæjarstjórn í kjölfarið af öllum bæjarfulltrúum. Þeir ferlar hafa gert allar ráðningar Vestmannaeyjabæjar faglegri og án aðkomu stjórnmálana. Engum dylst að taka beri alvarlega þær athugasemdir sem eru gerðar við ferla Vestmannaeyjahafnar við ráðningu og við því þarf að bregðast. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Ég sé ekki að fleiri hafi beðið orði í þessar umræðu og þá er henni hér með lokið. Og við höfum aftur skipti á riturum innan tíðar áður en við höldum áfram. Þakka þér fyrir komuna. Skemmtisögu. Já, ég geri það hér með óska öllum til hamingju með fullveldisdag. Ég held að við tökum það bara til við dagskrána. Tekið þið fyrir 10. dagskrármálið, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3183, þar sem liðir 1 til 10
liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 11. dagskrármálið, framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 282, liður 1, sem færður hefur verið í sérstaka fundargerð trúnaðarmála og þá væntanlega ekki meira hann að segja hér á þessum fundi. Dagskrárliður 12, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 374, liður 1, breyting á aðalskipulagi, viðlagafjara, liggur hér fyrir til ákvörðunar. Orðið laust það ef ykkur vill tjá sig. Ef ekki, þá göngum við þar atkvæða þetta. Þeir sem samþykkja breytinguna á aðalskipulagi gjöru svo vel að gefa merki. Breytingin samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 2 í þessari sömu fundargerð minnisvarði í tilefni 50 ára gosloka, skipulagsbreytingar, þetta liggur sömuleiðis fyrir til ákvörðunar. Orðið laust þetta, skipulagsbreytingar af þessu tilefni. Enginn hefur beðið orðið og þá göngum við til atkvæða þetta líka. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingu gefið merki, hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 3 til 8 í þessari fundargerð liggja fyrir til upplýsinga. Loks þá tekið fyrir 13. dagskrármálið, fræðsluráð Vestmannaeyja. Fundur númer 366, gæðastarf og viðmið í leikskólum. Þetta liggur fyrir til umræður. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mér fannst bara mikilvægt að vekja athygli á þessum lið og hann tengist nú reyndar fleiri liðir inn á þessum fundi sem tengjast akkurat því sem kom fram hér í framsögu áðan varðandi það að við viljum hlusta á skólaumhverfið og við viljum hlusta á stjórnendur, starfsfólk og það í skólanum og fagfólki sem við höfum á skólaskrifstofunni. Það liggur fyrir minnisblað sem búið að vera að vinna úr ýmsar aðgerðir og ennþá verið að vinna með ákveðna punkta. En þarna sérstaklega verið að tala sérkennslu, aukninguna á stöðugildinu vegna sérkennslustjórana inn í leikskólanum sem kom inn í snemmtæku íhlutununa og þessar stöður voru settar inn á síðasta kjörtímabili til þess að mæta þessari þörf í leikskólanum með sama hætta og við verið að styðja stóðkerfið í grunnskólanum og nú var verið að hækka þetta eins og ég sagði áðan frá 50 upp í 80%. En jafnframt langar mig að því að það var á þessum sama fundi að þá var líka að tala það að það breyting að vera samþykkja sumarleyfi og það mjög góð breyting til þess að mæta þeim sem get ekki tekið sumarleyfi á þeim tíma sem leikskólarnir okkar loka að gæsluvöllurinn opinn, það ætlun að hafa hann opinn bæði fyrir og eftir hádegi en að því sögðu sem góð þjónusta en að því sögðu vil ég samt minna á það að börnin okkar eiga mikið lengri vinnudaga heldur en við. Ég vil líka minna á það að bara það í reglugerð, ég þori ekki að fara með hvort sem í lögum, það að minnst okkur í reglugerð að börn eiga að taka 4 vikur samfellt í leyfi og ef að þú getur ekki tekið leyfi með barninu þínu þegar leikskólinn lokaður, þá berðir að gera það öðrum tíma. En mér finnst sjálfsagt að bjóða upp á þessa þjónustu, sérstaklega hjá þeim sem ekki geta valið sér frí og frí mánuði og stýrt í. En bara enn og aftur og ég bara rosalega ánægð með það sem hefur verið í gangi í fræðsluráðinu á þessu ári og því sem við erum að gera. Og ég vil líka segja það, ég mjög stolt af þeirri umfjöllun sem sveitarfélagi fékk í þáttunum börnin okkar, það sem að vera að tala verkefnið okkar, kveikjum neistan og mikið að myndum hér úr skólasamfélaginu og hún annar og skólastjóri grunnskólasinn í Vestmannaeyjum fór vel yfir verkefnið. Og ég held að við ættum að halda þessu svolítið á lofti, að því þegar fólk velur sér búsetu, þá séu ýmis vandamál eins og bæjarfulltrúinn Eyþór Harðarson kom inn á hér áðan, þá eru fjölskyldu- og fræðslumálin, leikskólamál og grunnskólamál eitthvað sem fólk horfir til. Takk fyrir þetta, Íris Róbersdóttir. Vilja einhverju tjá sig þetta? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já ég vil líka taka undir það, mér finnst þetta mjög mikilvægt og jákvætt og nauðsynlegt skref varðandi sérkennsluúrræðin í leikskólanum og með þessu fyrirkomulagi þá getum við veitt töluvert betri og meiri þjónustu við börnin sem að þurfa á því að halda
og sem á ráðgjöf bæði fyrir foreldra og starfsfólkið í leikskólanum. Og það er náttúrulega útrúlega mikilvægt að grípa börnin strax til þess að fyrirbyggja meiri námsvanda í framtíðinni. Og það er eins og við vitum, eins og við komum fram hérna áður í kvöld að í farsældarlögunum, farsæld barna, þá eru líka mál þarna sem við verið að vinna með og það eru nú held ég komin 24 mál barna í leikskólum. Þannig að bersýnilega hafa þeir sem sinna sérkennslunni meira að gera líka í leikskólanum. Þannig að mér er mjög jákvætt að við séum að auka við þarna til þess að koma til móts við þau. En ég er líka sammála niðurstöðu ráðsins að það sé mikilvægt að kostnaður við þjónustuaukninguna sem er af sökum farsældarlagana að hann verði sóttur til ríkisins. Auðvitað ættum við sveitarfélögin sem erum komin lengst í þessari vinnu að fá viðeigandi greiðslur úr hatti ríkisins. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Liður 1-3 og liður 5 í þessari fundargerð liggja fyrir til upplýsinga. Þá komum við 14. og síðasta dagskrármálinu, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3184, liður 1-10, sem liggja fyrir hér til umræðu, minnst að kosti að forminu til því að þetta var tekið inn með afbrigðum. Ég gerir ráð fyrir að umræða lið 1-3 sé tæmd þar sem hún fór fram hér fyrir á fundunum undir almenn erindi. Liðir 4-9 liggja fyrir til umræðu af þessum ástæðum sem ég lýsti hér áðan. Orðið er laust þetta, en ef enginn kveður sér hljóðs þá er dagskrárliðurinn tæmdur. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs þetta. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað 5. 19. janúar klukkan 17. Ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf á þessu ári sem er að líða og óska þeim gleðilegra jóla. Fundinum er slitið.